Já, góða kvöldið og velkomin í ljósleiðara-deildina. Það 5. umferð sem að fara af stað í dag. Heldur betur. Johnny, hvernig líst þér á það? Bara sjúklega vel. Já, það ekki? Sjúklega vel, jú. Þetta, erum við komnið fram með helming? Ég var einmitt að pæla í því eftir senustu umferð bara, ég verð að koma inn á það í næstu útsendingu. Já, við erum hálnaðir með svona seating tímabilið. Við náttúrulega förum í 8. úrslitin eftir þessar 9 umferðir þar sem að seatingi fer fram og það er náttúrulega eins og eðlilegt þú veist, fyrsta sæti mætir 8. og annað 7. og svo framvegis. Nákvæmlega. Og 9. og 10. sæti má bara gleyma sér bara. Bara gleyma þessu. Já, bara en talandi 9. og 10. sæti, við skulum kíkja á dagskrá kvöldsins. Heldur betur. Það er Ármann á móti EFH, eða Höttur eins og við köllum þá, og IA Venus. Þetta var dálítið cheap brandari, en við erum að fara að sýna frá IA Venus. Þetta er fyrsti sjónvarpsleikurinn hjá Venus. Hjá Venus og það verður skemmtilegt að sjá hvernig þeir munu standa sig hérna í kvöld. Þetta er svona, er þetta ekki líklegasti leikurinn sem að Venus mun sigra, eða myndi sigra? Ég held það. Já, Ravík mögulega, vissulega, en Ravík hafa verið að sýna þeir eru pingu erfiðir að leggja velli, þeir eru að spila hægt og eru með þessa bonafide stjörnu finnst mér sem að vantar pingu lið Venus, þannig að það er svona eitthvað svona angul sem ég myndi fara inn á. Nákvæmlega. En það eru þessi leiki sem að ég sé Venus sigra. Bæði liðin hins vegar, IA og Venus, ekki búin að standa sig upp á 10,5 á tímabilinu hinga til. Kannski kíkjum á stöðutöfluna og sýnum bara nákvæmlega hvað við erum að tala um. Því að liðin hafa ekki sigrað leik og sita á botninum hana. Kano og Ravík einnig tap 4 töp á þessi 4 neðstu lið en það er IA og Venus sem erum að einblína á í dag. Kano að sjálfsögðu hafa átt ansi góða rispur, skulum segja það. Já, þeir eru góðir í Dust 2, við getum sagt það. Þeir eru góðir, bara banna Dust 2 og þá eru þeir ansi góða. Þeir voru samt ekki langt frá því að leggja sögu í Anubis. Nei, það er alveg skulum alveg halda því. Já, algjörlega, samanlega. Þeir eru lúmskir. Já, Palli Bóndi sat þarna í sætinu sinna og horfa á leikinn alveg gjössanlega skít í sig, sko. Ég bara hef ekki séð mann að vera að hræddan, sko. Þetta er svona... En deilum það af hverju það er allavega. En IA Venus sita á botninum akkurat núna og ef við ekki bara vinda okkur í lið IA. Fulla verð. Sko... liðið er náttúrulega komið með nýjan leikmann, út fór Jiri sem var vappinn og mér skilst að hann sé að fara í nám sem bara... bara... Það er námi erlendis og nær því ekki að spila. Við bara óskumunum bara góðs gengis þar, sjálfsögðu. Ekkert sérstaklega. Jú. Nei, hann vantar hann hér. Hann vantar hann hér, hann á að vera að spila. En það er bara eins og það er. Fengur alltaf mannin sem var Mjöndigrís, er Mjöndigrís og við þekkjum hann mjög vel, Jón. En við getum talað um þetta var Mjöndigrís. Kannski er hann. Kannski hérna bara grís. Maybe. Kannski þetta grís. En line-upið er Duffy, Skún, Ási, Batti eða Debatti og Mínandi grís. Sko, eitt getum við talað um þetta line-up er að mér finnst roll setup í hjá þeim eiginlega eitt af því betra í deildinni. Já. Þó þetta sé ekki alveg bara besta liðið, skilur og eiginlega bara er á botninum akkur núna, þannig að eitt af lagari liðinum, þá ertu með þarna, þú ert með Iglin, þú ert með supportive elementið sem ég sé svona í Badda, við erum með Skún og Ása sem að hafa í alvörunni bara sannað sig sem eitthvað ræfuldú á. Já, Chris, já. Duffy hefur átt svona rispur einhvern veginn og Baddi er bara svona solid og bæta síðan við sig Mjöndigrís grís, Jiri átti pingu erfitt uppdráttar á vappan. Já, það er líka bara það er erfitt að vera í svona, getur hérna botliði og vera að standa þeir vel. Það er bara erfitt. Já, vissulega og það er nákvæmlega þannig. En við náttúrulega stjórna einhverju podcasti og ég meina þessi Mjöndigrís sko eru búin að koma oftar en ekki upp þarna á nafni og menn er að tala um hann sem svona, það er erfitt að mæta honum. Ef hann nennir að spila þá er hann ógeðslega góður að finna pikkin sín, sérstaklega CT-megin. Algjörlega.
og hvað erum við búin að segja IA í gennum allt tímabilið? Hvar eru sítirándin hjá þessu lið? Ángríns og ég veit að ég það ekki bara þessum vappi á að leysa þegar það svona mikið vandamál að finna sítirándin. Nákvæmlega, og það er svona angulið sem mér langaði að fara inn á þetta því að minn grís, ég segjum þetta bara nákvæmlega eins og þetta hann er overqualified fyrir þetta lið. Ef hann væri allan að, þú veist, eins og hann var að spila á seinni tímabilum, þá er hann overqualified fyrir þetta lið og gæti verið svona púslisti með þeir þurfa til að halda sig bara inn í deildinni. Algjörlega og ég veit það ekki, ég hef alveg tekið eftir með svona þegar að fara svona innan sig stjörnuleikmenn. Míni hefur verið þessi stjörnuleikmaður í liðinu sem hann hefur verið í. Þegar að svona stjörnur fara inn í lagari lið, þá oft sjáum við svona veikleika. Og við sáum það bara, sem að þegar þú ert í betri liðinum, þá ertu umkringdur af betri leikmönnum sem kofvera upp veikleikana hennar. Yes, sir. Og nákvæmlega. Ég gæti alveg séð eitthvað slíkt gerast hérna. Mögulega kannski og það er eitthvað sem við getum farið inn á. Myndi Grís búin að taka MS skilst rétt 1 leik með liðinu og það var á móti gott ef ekki Þór og mögulega Dusty líka. Ég man ekki hvort hann hafi verið í þeim leik en þeim var raunni bara valtað í báðum leikjum. Veist, það er ekki takt að fara eitthvað rosalega mikið dýpra í það. Lítið þetta leikurinn þar. Já, og leikir liðana hafa svo sem verið, þeir eiga 1 og 1 leik sem að er hægt að rýna í og svona, það eru bjartir punktar hérna, en fyrir utan það þá svona, en ég set mig út sem dálítinn IA, ég er tím Akranes hérna í kvöld. Já, ég er bara líka, sko, Já, við höfum alltaf talað þessa stráka svo lengi, við erum búin að spila með þeim töluvert og það eru, þú veist, mér finnst eins og engin lítur en Duffy sé að gera hlutina rétt. Hann er að fá til sín réttu leikmennina, hann er svona hægt og rólega búin að púsla í kringu sig mjög skemmtilegum leikmennum og hann er líka bara engin lítur. Já, þeir finnast í hvar sem er. Það er nákvæmlega hannig, þú veist. Við erum bara í ingem lítur krísu á Íslandi í dag. Við erum bara að breytast í Danmörk. Já, okkur sko. En síðan, þú veist, málir en síðan málir rífast það líka, þú veist, þótt að okkur vanti ingemlítara hvort að skillpúlið verið dýbra eða grennra, þú veist, að málir rífast það og líka bara hvort að Danni Duffy sé bara góður ingemlítara eða ekki, þú veist. Vissulega. Þú veist, við höfum séð lítið af sigurum en bjartir punktar hér og þar, þú veist, eitthvað exec og eitthvað takes og eitthvað, en þú veist maður fer að klóra sig á hausnum ef að hann fær ekkert mörg tækifærin. Nei, alls ekki. Þú veist, þú færð x langan tíma til að sanna þig og það hann fekk svona seinni partinn, svona bróðupartinn að seinast tímabili, þá fekk hann bara svona, við gefum þið bara séns. Bara gefum þið alveg séns, nú er næstu í, það er að nálgast ár, þar sem hann er búin að vera ingemlítur í IA og hann þarf að fara að púsla saman einhverjum result. En síðan glemum þið ekki að þessi gaurar komið bara beint upp úr annari dild. Sett Duffy og Ási. Já, þetta var eldskýrt. Já, það var eldskýrt. Rétt rúmlega, sko. Þannig maður er búin að vera með svona smá lífið, sko, en ekki mikið meira. Nei, og þú veist, þeir fengu eldskýrni fyrra, en núna þurfa að biðja smá results. Já. Og talandi results, þá ætlum við að vinda okkur beint í Venusliðið, því að, hér er það, Rufflu, Tomper, HKR, Triple G og K-Dot. Yes, sir. Gúlublátt logo en bláir bólir, er þetta ekki stílbrot eða? Þetta er ákveðið stílbrot, sko, en samtalið, ég er hrifinn af treyjunum, sko, ég veit ekki henni það. Já, ég er hrifinn af logoinu, ég er hrifinn af fjólblá litnum með þessa, ég hefði viljað fá þau fjólblá, sko. Já. Minnst fjólblá treyjur alltaf ljótar. En það? Já. Uppáhaldsliðið mitt í körfuboltanum var að annánsa þeir að koma tilbaka með fjólubláa treyjur, sko. Ég er alveg pingu ástofkin af fjólubláa, sko. Það var alveg ástæðan fyrir að fjólubláa er uppáhaldsliturinn minn, sko. Það er bara þannig. Allavega, þú veist, það er dálítið sama upp á teninginum hér. Já. Við getum sagt nákvæmlega allt sem við sögum IA þetta lið. Copy-paste. Fyrir utan það, Triple G er búinn að fá sénsinn sinn. Já. Hann er eiginlega bara kominn yfir sénsinn sinn og
resultin átt að koma fyrir ári síðan, 5 ári síðan. Já, en það líka einhvern veginn bara sko jafn mikið og í dýrka í Gísla þá það sett Triple G jafn mikið og maður dýrkar drenginn þá það eiginlega orðið núna bara maður spyr hver ofmennastur í deildinni í podcastunni okkur og það yfirleitt trekk Triple G og þá sem in-game lítar gerir á fyrir að það sé ofmetinn og ekki góður hann fröggum, sko. Já, hann fraggjar sko, ég glemmi því ekki en ég held að hann ætti kannski mögulega að láta in-game lítar hvað heitir hérna það segir að passa á milli hérna Keflið? Já, Keflið. Já. Láta yfir ákveðan annan. Ég held að hann gæti orðið ágætur secondary caller. Já, 100%. Við höfum báðið spilað með honum. Þetta ekkert mechanically lélegur leikmaður, sko. Nei. Þú veist, það alltaf lagi. Já. Og þá erum við allavega búin að taka Triple G að lífi henni í kvöld. En við getum tekið hina af lífi í leiðinni út af því að þegar þú ert að spila í deildarabestu og þú ert með 2 af 3 verstu leikmönnunum statslega séð í liðinu you're not gonna have a good time. Nei. Það HKR og Tomper með 57,9 og 58,6 ADR respectively. Þetta eins og gríðalega lélegur face-it-leikur. Þú veist, þetta bara martraðaleikur í rauninni. Já, þetta það sko. Og þegar Rufflu líka besti leikmanninu fyrir utan Triple G þá eins og vorum að tala fyrir útsendinguna, þetta á að vera 4., 3. gauriðinn. Já, þetta á að vera svona 3. Já. Þetta svona bara drullu solid support spilaði í Rufflu, finnst mér. Já, bara ef hann á pop-off leik þá bara geggjað. Já. Bara svona quality of life leikmaður. Ég tók saman skemmtilegu stassa. Í þessum 4 seríum sem að þessi lið hafa spilað þá eru þeir búin að ná 49 rándum sem að þá IA og 45 rándum hjá Venus. Það svoleiðis. Það þýðir 12,25 per leik, per seríu fyrir ekki. Já, per seríu. 6,1 per leik af average. Já, það var bara að spila næstu alltaf 2 möp. Bara alltaf 2 möp. Ekki næstu alltaf, það bara alltaf. Hjá Venus það 11,25 per seríu og 5,6 ránd per map. Já, ég hugsa að spilar dálítið inn í að þeir náðu 3 rándum, fyrir ekki 4 á móti Dusty. Já, ég veit ekki, en ég held að þetta sé ástæðan fyrir að velja þennan leikina í dag, því að þetta áættur að vera hörkur það hvort liðið sé að enda neðar. Og því að ég spái IA sigri 2-0. Já. En þetta gæti alveg að fara 2-1. Gæti verið 2-1 fyrir IA. Gæti verið 2-1 og það spurning hvort að vítóið sé komið í hús út af því að ég greindi dálítið í vítóið og ég ætla svona aðeins, við fáum það kannski bara upp á skjáin akkurat núna. Ég þokkalega vissum að við fáum 100% Ancient. Það svoleiðis. Ancient pick frá IA. Það sem væri sniðugt hjá IA að gera væri að banna annarkvort Inferno eða Vertigo, hvort sem þú vilt ekki lendi í, því að það eru líkur á því að Venus sé að fara, þeir banna bara Vertigo leið. Okay, fínt. Inferno verður líklega að pikka þá af Venus og við endum Ancient bannað leið. Það hefur verið stanslust pikkað af IA og þetta bara þetta eru liðin að gera heimaunna. Þetta eru 2 lið sem að verða að gera heimaunna sína því að það ekkert rosalega mikið annað sem þið geta gert. Og þetta líka bara duga að drefast leikur fyrir bæði lið, sko. IA pikkaði Anubis. Anubis hefur verið svona mappi sem við sáum fyrst. Doffi veit kannski hvað hann að gera og við sáum það í fyrra. Já, algjörlega. Það voru flottir í fyrra með mikið að set-ex en með svo sem allt annað læðið. Og Mirage second map, Tommy. Mínu menn. Nú er hrifin af Venus. Ég er að hoppa, ég er komið með litlu tá yfir á Venusvagnin. Já, ok, já, það bara skemmtilegt. Ég myndi ímynda mér að hérna myndi Inferno vera 3. map. Og kemur ekki óvart með að Venus eiga bannið núna. Ef við horfum bara á vítóið, ekki leikmennin aðeins þá myndi ég favor á það að Venus hafi unnið vítóið. Já, ef við fáum Inferno. Ef við fáum ekki Inferno þá snýst mér hugur. Núk þörd. Þetta, skemmtilegt nokk
Indigris hefur ekki átt góða leiki í Núk. Nei. Já, í Núk, fyrirgefðu. Það er nefnilega svoleiðis. Þetta er Þannig að þarna þarf Skún og Ási og að sjálfsögðu okkar allra besti Duffy að gera vel. En á hinum einn, þú veist, við erum að fara að byrja í Anubis, Triple C, mögulega að peka T-side. Hversu mikið heldur að spila hérna inn í að þessi tveir herramenn sem eru in-game-lítir að sikurum einn, Duffy og Triple C séu búin að gera heimavinnu svona hérna og horfa á möpp út af því að hérna ertu dálítið að fá borgulaunin, sko. Já, sko, við vitum að Triple C er búin að horfa á demo. Ég vitum að hann er búin að gera sína heimavinnu. Það er bara 100% líkur því. Já, bara 1000%. Hversu mikið er notæft af því í Anubis er ekkert rólega vissum. Þú getur séð kannski eitthvað tendensa hjá ákveðnu leikmönnum en þú getur ekkert gert neitt meira eða. Hinum einn þá held ég að sé Venus eru svona mid-round lið, finnst mér. Mér finnst þér kannski ekkert setja af stað með einhverju ákveðnu í huga nema bara einhverju að set smóka í byrjun og reyna að vinna út frá því einhverju þannig default. Þannig að ég veit ekki, þetta Ef við berum síðan saman leikmannahópana, ef við tökum bara in-game lítir á móti in-game lítir, Triple G, hann er einu sæti ofar í hérna stöðsunum á móti Duffy. Hvor myndirðu segja að hefur svona vinningin sem þá in-game lítir? Mun meiri reynsla á Triple G? Já, nefnilega. Mun meiri reynsla þar. Mechanically betri? Já. Ég er rosa konfliktið núna, sko. Þetta er erfið spurning. Ég er einhvern veginn bara stuck in the middle hérna, sko. Ég get ekki hoppað og annarkvörn og sagt að annar sé betri en hinn, en kannski meira potential í Duffy. Já. Ég veit ekki hvort að Triple C verði mikið betri sem in-game lítir, mögulega með betri leikmönnum, en það bara getur sagt það sama Duffy. Já. Þannig að ég veit að ég er í miði, alveg mitt á milli þeirra, en ég hallast aðeins að Duffy. Aðeins að Duffy? Aðeins, ekki mikið. Ef þú tekur riffildúoinn sikkurum megin og berum þau saman, það er þá vantarlega Rufflu og hver er næstur þar? Við látum ekki Triple G þar. K-Dot er tekinn af vappanum, þannig að urða þeir tveir. Það er hörku dúo, sko. Á móti þá Ása og Skún. Já, svo Skún er bestur af þeim. Já, á þessum fjórum. Rufflu í öðru. Ég veit ekki með hérna tvo. Ási er búin að vera heitar ekki leiktíðin allavega. Við getum sagt að K-Dot, við sáum pop-off leikina hans með IA, ef það má kalla það pop-off leiki, á vappanum. Þannig að þú veist, það er eitthvað aðeins öðruvísi. K-Dot aðeins lægri heldur en Ási í stöðsunum einnig. Þannig að ég myndi segja current, þá myndi ég segja Ása og ég myndi láta ræfulinn þar, en vappanir. Bara ég mein, bara by far, sko. Bara mín Digris er 4 skrefum framar heldur en HKR á vappa. Já, og ég meina HKR er neðstur í stöð. Ég skil ekki af hverju K-Dot er ekki vappin í þessu lið. Mér fannst K-Dot bara mjög góður fyrir, þú veist, svona relatively miða við að hann var í IBF-liðinu sem var ekki að púsla saman rándum, þá að Shæna ná að nota hann ágætlega og bara fín. Já, en þú veist, ég er ekki að skilja þessa ákvörðun að hafa K-Dot ekki vappanum. Mögulega hvort að hann vilji frekar vera riffill. Mögulega, en mér finnst það bara ekki make a sense. Mögulega kannski, og ég meina við vitum hvernig CS2 hefur verið fyrir vappana. Kannski bara ákvörðun að kaupa minna vappa, en við erum að fara inn í möpp sem að krefjast aldrei vappa. Við erum að fara í Anubis, 100% vappamapp. Við erum að fara í RAS. Eiginlega þarft vappaðna til að loka ákveðnu svæðu. Tölum ekki öll play-ins sem getur tekið með vappanum. Getur spilað allar stöður með vappa í RAS, bara allar. Nú kannski meira CT-megin, en samt sem áður. Við getum notað vappan. Já, þetta er, ég veit ekki, en ég, hvernig sem þetta fer, þá er ég að hallast að í bara 2-0. 2-0 í Já. Þá bara kíkjum við beint inn í leik og fyrsta mann, Anubis. Þetta er ógæst. Hann er með byssuna upp á öxlun. Það er ánægð með þetta. Handkanum.
Hann er í vesinni. Hann er í vesinni, rifið upp hnífinn. Ég á ekki að tekið orð, hvernig nær hann þessum fröggum? Þetta er galið, gjörsamlega galið, en þá er það Triple G og Kate og 2 eftir á móti 4, 1 hins vegar 1 á P, það er Skún. Og á sig komið til að fræða. Myndigrís að það loka þessu. Það sjálfsög, herru, sjáðu Skún. Hann er skellihlæjandi. Þetta var líka bara hvernig í ósköpunum liðan það af. Já, nákvæmlega. Nú voru gaman að sjá hversu mikið input Kalli Myndigrís hefur inn í þetta lið að segja í frístæminu. Hvort hann sé eitthvað að tjá sig yfir höfuð eða hvort að þetta sé bara full on. Mér er eiginlega alveg sama hver er secondary callerinn hjá Venus. Myndigrís er alltaf að fara að vera þarna betri secondary caller. Hann er einn af betri secondary callerum og callerum fyrir sjálfa sig sem ég bara veit sko. Nákvæmlega. Þetta er mjög svo áhugavert og Skún kominn inn á B-sætið. Það er engan að finna, þetta er bara gamla góða A-stakkið. Það eru 4 í heaven. Það var skemmtilegt þarna samt að senda hann í þetta infoplay. 3 flush, öll tímasett. Það getur verið aðeins minna smooth. Það verður skemmtilegt að sjá hvort við fáum að sjá þetta í bónusrándi mögulega. Já, það var alveg vel settu brand og mjög svo vel æft. Nafni Tómas Bernhöft, þú heitir það nú ekki? Nei, því miður ekki. En já, ættarnafni. Veitur, Skún. Spurning hvort að Skún ætti ekki bara að fara að hönda þetta. Mökkurnar, Daffi líka. Jú, en síðan er hann bara ekki það, bara að leifa þeim bara að halda uppspum. Já, þannig séð. Já, bara, það er ekki stakur hlutur keiftur hérna hjá Venus. Nei, það eru flug. Pening að fá, Daffi. Ekki í nokkrar krónur og aura. Triple G jartengir Skúna en Daffi finnur nú frækja á hann tilbaka. En 2-0. Er hann með svítaband? Já, þetta finnst mér grótart. Hann er með ákveðið fax þarna ofan á hausnum. Já. Hann ætla ekki að fá það fyrir sjónlínu. Ekki að ræða það. Þetta er performance. Þetta er það sko. Performanceinn hans. Getur við látið hann pissa eitthvað aftur á þessu? Nei, ég held að það er erfitt að fá hann. Ó, já. Við erum að fara helviti langa leið allavega. Já, þetta betur. Það ætla að ná alóbínu hérna. Spurning hvort það er að fara lengra. Triple G tilbúin flassið í backupi, Rufflu framalega við smókin. Hvar eru flöttin? Og Rufflu nær einum, reynir í annan, næri ekki. Gerir hins að mikinn skada á Myndigrís sem er feldur hér. Einn kominn í heaven, það er HKR. Double molly, Triple G, fallin, 3-3. Postplant, HKR. Með, það er þetta smókur fyrir Lópgransa inn í heavenið. Það er skemmtilegt postplant þetta. Þeir eru búin að læsa 1 leikmann inn, 2 leikmann inn í þristinum. Algjörlega 3-3, Rítekið að koma á sig, finnur Tomber, Daffi finnur Kate og þá var einn maður eftir að það er HKR, finnur fyrsta, þar að bæti 2, gerir það ekki, 3-0 fyrir IA. Fyrsta gunnránd, bara, þetta var, gefum okkur það, þetta var tæft, Þetta var vissulega tæft og Rufflu hásbreytt frá því að ná þarna 2, en hvar var flassið í gennum smók? Ég segi það, en ég meina, húst, þetta er svona, Það þarf flass upp á sylluna og það flass ekki inn í smókin. Já. Þetta er ekkert mikið flóknar en það sko. Nákvæmlega. Það er svo það er. Nákvæmlega. Vonaði var þetta agressíft á mér. Já, það er bara eins og það. Getið klippað og sendt þetta ragliðis á Daffi. Laga þetta takk! Laga! Gerir það mögulega á milli leikja? Nei, ég segi svona. Það er allavega Diglur, Mac-10. Keifti þetta og ja, Venus ekki að forsa inn í þetta ránd, jafna peningin, eru konið með ágætan lossbónus hérna. Þannig að þeir geta lift sér pistols og mögulega gert eitthvað út af því. Heldur betur. Lurksmókur til að geta komist hérna í Ég kallaði þetta pizza daginn. Já. Fólk var alveg bara, hvað er að þér? Já, þetta er kallað pizza af mörgum, Silla. Ég veit ekki, plati eða ég veit ekki hvað fólk kallar þetta. Þetta er bara pizza fyrir mér. Keito grensar þetta niður í 47, Tomber hittur henni í 13. Við fæðing, Rufflu að reyna að finna frækk þarna með Mac-7, mollegar út og þarf að kíkja hérna djúpt. Hvernig finnur þú ekki? Hann fekk vangi því hann droppaði niður. Ja, hann var þannig í 30 cm droppi og fann frækkið. Já. Kýs að taka ekki upp AK-in.
Ég ætla að halda bak Alabi. Þetta er þetta mjög sniðugt til Röflu. Hann er að búa til hennar banka fyrir sjálfa sig eða vappanliðinu. Það er hann hvort. En stefnir í 4-0. Það er eiginlega bara gulltryggt. HK er feldur hér og það er bara einn maður eftir Röflu Ubbi okkar allar besti. En nú er hann sennilega ekkert alltaf samtur að hafa ekki pikkað baka. Nei, var þetta Galil mögulega? Nei, þetta var AK. Ég hef reynið meira, finnur ekki neitt. Getur droppa vappa. Ef þið svo kjósa að gera. Getur haldið Max 7 á aðinu. Það er væjaból að spila hana þar. Já, hann kastar svona. Max 7 yfir á Triple G. Ok, mögulega tengi? Ég... Er ekki meira reynd í Nova? Jú, hún er mest langur eins sjokkjurinn að þeim öllum. Svo ekki reyna að gera því eins og er engan að finna þar. Það er svo snemma finnst mér. Já. Það var 48, ekki 47-6. Vargurinn talaði alltaf 46 minni mig. Já, 46 er golden. Þetta er svo heiðaleg kameraspil. Myndigrís vinnur vappadúil og þetta er nákvæmlega það sem við vorum að tala um. Þetta er reynslu. Sástu reynsluna þannig? Hann sá vappan, hann dökkaði undir skotið hjá HKR. HKR að miða bara eiginlega á vittlunum stað og til að miða alltaf í punkhæð með vappa. Triple G er í miðjunni. Finnur einn, gæti bætti í Myndigrís hér með vappan. En Skúli komin í hjálpina, en hérna getur Triple G bara komið syngjandi, hoppandi, gamli góði. Þetta góðu molli gerir mikinn skada, ótrúlega mikinn skada. Já, töluverðan, en geta fengið 3 á 1 á A-inu, en Röflu, hann er komin inn í lobbyið. Þetta er svo sem það er að lesið, ekki óalgengt að A-leikmenn hörfi þangað. Það er náttúrulega málið, þá er spurning Röflu. Kate átt að finna Myndigrís hér. Stórt fragg. Plantið er risastórt, hérna er Röflu að koma í bak, einn maður eftir, það er Skún, 1 á móti 3. Ekkert gefið, frýr vappi. Það er svoleiðis. Þetta er ekki flókið. Hins vegar, það eru til dollarar, jen, krónur, fullt af þessu hjá IA. Nóg til. Fjögur eitt og vel gert hjá Venus Anna. Erfitt að finna C-round í Anubis. Þetta bara algjörlega Triple G. Algjörlega Triple G. 100%. Mach 10, tróðinu honni, kokja á granna. En svo sem, betur. Þú veist að leið til að nýta hana að vera bara short range þarna í hurðinni. Þetta er hins vegar mjög skringilegt. Bara svingar út alopið og reynir að taka fætina þarna á móti Duffy, en það bregst bóðalistinn þarna. Algjörlega. Já, komir manni yfir A, þá tekið yfir af Triple G. Þeir eru búin að finna vörnina verulega, en þeir eru búin að styrkja hana á réttum stöðum. Leikmaður kominn frá miðjunni, alveg gefið miðjuna og þeir eru 3 á B. Þessi fætin er það ákaflega góður hann að Tomper með 2 HKR nær 1, en nú ætti að vera hægt að jútila þarna út Faro og þá ætti að geta komið niður bombunni. Heitir ekki þessu skoti HKR. Og hérna ætti það bara að seifa. Er þetta svalasta nafnið í deildinni? Haukur Angelo. Já, ég fíla þetta. Er þetta ekki borið fram samt Angelo? Það gæti verið. Það fyrir eftir í hvað hann er. Já, fyrir ekki. Algjörlega. En það svo sem ekki veit ekkert um það sko. Nei, fallegt málverk samt sjá hann um það. Já, þetta er líka bara einstaklega fallegur nakki. Þykkt hár. Já. Annað en sumir sem við þekkjum. Já. Jú, vissulega. Það er eitthvað til því. Það verður að hitta þessu skotum á. Nei! Líka þessu vappin fallin og þá er Triple G 1 eftir allar að fara yfir á ströndinu, en þar er 1 leikmaður á harðar hlaupum og Batti nær honum ekki. Sko, þegar maður strengir ekki saman C-round, þá fer peningurinn alveg í þvæluna, en sem betur fer þá eru þið búin að þetta er lukkulega
ágætu peningu til í bankan. Lifu 3 náttúrulega í rándurinn sem þeir eru. Eiga eitt svona sem þeir geta keypt, Ruflu á lítil pening. Já. Restin, Þokkalan, Ruflu kaupir M4 lítinn armor, ekkert stöf. Tactical timeout tekið eins og vera Venus, þeir þurfa að rétta bátinn af strax. Algjörlega. En það byrjar allan að ansi vel þetta fyrir Duffy, hann hafa toppfragga fyrir sitt lið, toppfragga fyrir serverinn og er á 7-1. Þetta er alltaf leið. Myndigrís, 4 frögg, tölum mikið hann. Samt Ási að ná í 2K-þarna inn á B-inu, Jón. Þetta var alveg svinga báðir, straight up, tveir einfættar sem hann vinnur. Algjörlega. Þetta er sko, en líka, paldi hvað ég vant að vera HKR fyrsti sjóðarsleikur. Já. Ertu að halda vappa? Já. Í freka þægilegu enguli. Já. Og heitir ekki þessum, sko fyrsta skotinu. Ég gef þér og heitir ekki sérna. Ég gef þér það alveg. Úst, það er erfitt að hitta sérna skotinu hana. Fyrst átt að fara í hann. Já. 100%. Já. Og þetta er það sem við erum að tala um. Vappin er betri í að megin. Það verður bara að segjast. Það er bara svoleiðis. Og hann er aldrei hræddur við að pikka hann aftur upp þó hann degi mjög skringilega. Nákvæmlega. Það er ekki hægt að taka hann á hann. Myndigrís grensar þarna frá A-inu. Og já, Tomper í tenginu með M4. Hann ætlar ekki að kíkja þessa línu. Veit upp á hár hver að halda henni. HKR kominn í miðjuna með sinn vappa. Það að spamma í gegn með Uspu, sjá hvort hann sjá einhvern. Hann kíkir þessa línu. Ég er 100% á þessu. Það held ég. Hittir ekki skotinu HKR. HKR Batti hínum megin. Hérna þarf vel að HKR að eiga einhver skot. Það er þetta fyrsta, Batti fallinn. En þá getur það bara smókað út. Faróinn. En á móti kemur þeir smóka þristinn og þá er þetta aldrei fastir í miðunni. Geta ekki púsað hana smók. 2 á A-sætinu. Þetta er farið að vera aldrei óþægilegt að reyna að sækja á A-ið hér. Algjörlega. Infoplay út A. Risastór stöðin á Ása, gera það. Og 2 fyrir utan B. Smókur þetta fyrir CT, eiga molla. K-Dot, allar að molla væntanlega á móti. Gerir það, 1 á CT og 1 í Apex. Þurfa að leita einhverju krökkum. Tomper, heldur rétt stað, Skún spreyjar hann í gegn. Þetta er falleg vörn hjá IA. Já, algjörlega. Hjá IA, fyrirgefðu, hjá Venus. Já, Venus, já. Hjá Venus, alveg klúðraði þessu þarna. Algjörlega. Missa ekki mann. Nei. Líka bara fór í infoplay á hárréttum tíma. Þetta var orðið eitthvað skringilegt, þurfti info einhvers staðar. Pussuðu 2 út A-lobbyið, fá frían Ása, það sjálfsögðu. Og geta svona getið sér hvert þið væri að fara þá fyrst að Ási var að bakka í burtu. Og ókaflega góð vörn hjá Venus. Smókur inn í tengið. Tomper hefur ekki rosa mikið að velja en að hann er hvort hanga í tenginu eða bakka. Ákveður það síðra. Ási hann var á skotskónum og hann kemur hann í genið B-lobbyið. En þeir eru búin að skilja hérna HKR takkaði niður. Myndigrís með fyrsta spreyi kemur. Batti með K-Dot og þá eru vesinni. HKR með vappan reynir að spamma hann öllið í gegn. Hásbreytt frá því að krækja í allavega takk á mannin sem var með bóttuna. Ruflu með 1 en Batti með rífraki og þá eru þeir væntanlega að byrja að pæla í því að halda. Þetta var skemmtilegt frakk hérna hjá HKR á Myndigrís. Huggur. Já. Ná að halda vappanum inn í næsta rándi allavega, en þarna er að skiptast á rándum þar sem að margir er að lifa trekk í trekk. 5 CTR sem lifi í senasta rándi. Algjörlega. Hér haldaði ég byssum. Eiga mögulega kaupi næsta rándi. Gott kaup þar að segja. Já, það lítur út fyrir það.
Lægsti pinningurinn á Rufflu 4-4, ekkert hrifin að kaupinu, geti ekki Famas eða M4, lítinn armor, smókur, flass. Já, algjörlega. Ég hef alveg dílað við verra á aðeinu sko. Já. Ég viðurkenni það. Heldur betur. Kaupi samt stóran armor. Hefði geta keypt sér annað flass, jafnvel eina grensu. Já, mögulega. En 6-2 og það voru vel að komnir yfir þessi rondatölu sem við tölum sem Terr í Anubis, öllu jafna, 6 round. Helmingur lámar sem Terri, 6 þar að segja. Sáttur með 8 round. En... Daffi, hann er hoppandi Jón. Já, þetta mjög svo óheppilegt en þetta Triple G, þá gæti þið mögulega gruna að þetta sé eitthvað sett upp smókur, ekki nálægt alubíinu, gruna það bara byrjar að bakka yfir á bíl. Þeir eru að gambla, Tommy, Nei, ok, Rufflu er að bakka í heaven, Molly inn á engan tíma þar, Molly í heaven, smókur í þrist. Heldur að þið spotta leikmann í þristinu? Það veit það ekki. Þeir hljóta að vera ennþá að leita að Rufflu og svona gruna að sé einhvers þar að finna. Takkið allan að gera upp fyrir hann. Móður smóku. Lítið hann 100% núna. Já, heldur betur. Maður að fara að reyna í þetta retake? 4-5. Verða að gera það einhver tíman. Já. Gætu seifa núna, en seinna í leiknum þá gætu þið verið ennþá ómögulegri stöðu. Þetta er erfið stað. Grænt og svart, hérna kemur hins vegar flast og þeir eru að vaða út, kom út Tristin, kom út heaven, Ási í heaven. Líkilmaður mínítgris með 3! Upp úr engu, HKR blikkar á fyrsta frakkinu eins og fyrir daginn reyndar. Smáklúður 7-2 hins vegar staðan. Heiðarleg tilraun í retakinu, gefðum það. Já, þetta var það en ég gefðum. Mínítgris 3K samt þarna gerði alveg út. Þetta byrjaði rosalega vel, koma allir saman, búa til smá chaos. Mínítgris hins vegar alveg lemur þá niður þarna. Heldur betur, risastórt hjá Mínítgris að finna þessi 3 frökk. Hefðu líklegast taparanduru í ef að Míni hefði ekki verið þannig staðsettur. Stutt eftir að bombunni, en samt sem áður ég trúi því að leikmanni sem var á súlunni, hann hefði mögulega getað delayað örlítið, en samt sem áður. 2-7 Ía með báðar hendur á stýri hér. Betur, hvað með vappan? Hann verður að reyna að búa til eitthvað með vappan. Í þessum rándum verður hann að vera proaktiv að reyna að leita, að reyna að finna einhverju opnanir, eitthvað fyrir Hvar er HKR núna? Hann er passífur í þristum. Það er bara einfallega ekki alveg það sem við þurfum frá honum akkurat núna. Spottar hérna út, hann K-Dot, en nær allan að batta út Daffy með HKR og þá er það 3-4. MP9, það er ekki að búa til meira. En Rufflu með deglunum nær einum út, hins vegar 3 eftir. Það reynir í meira, ég ránaði með hann. Já, sjálfsög. Strákeðalegt. 8-2, já. Það er taktikal, tæknileg pása núna. Og við heyrum að þetta sé löng tæknipása. Nú, það er svoleiðis. Já, það er vonandi allt í góðu með allt hér. Já, vonandi. Skemmtileg byrjun samt á leiknum. Ía með báðar hendur á stýrinu eins og við tölum hins vegar þessi 2 ránd sem að Venus fyrirgefðu krækja í eru mjög samfærandi, Jón, þannig að já, mjög. Gefur svona smá vona neista fyrir aðdáðandi Venus Algjörlega. sem að sitja heima. Sjálfsögðu einn á okkar góð vinnum, Jojo, sem er þjálfari Venus. Herri, já. En mér skilst ekki. Algjörlega. Það er nefnilega málið. Jojo er innan herbúða Venus. Ég sá henni í dag. Já, það? Gaman að segja frá því. Alltaf gaman að sjá Jojo. Já. Ég hafði engan tíma til að stoppa og spjalla við hann. Hann var að labba inn í maturubúð með barnið með sér, en ég var ekkert trufla. Nei, maður tekur nikkið og lyftir hendinni og Jojo! Gamla góða, sko. Æ, þú veist. Já, við erum að fá hérna einhverjar upplýsingar, en já, einhver skjávesen á honum Tomper. Já, það er komin tími til að kveikja á honum. Situr hann á einu frakki. Ég held að hann hafi með þess að bara náði í senasta randi. Nei, það var
það var Keidótt í tenginu með MP9 sem að náði því frakki. Akkurat. Minnir að Tomper hafi náð hvaða frakki náð? Veit ekki hugmynd. En við erum allavega, við vitum að við erum að horfa bara nokkuð hluti. Þetta ekkert stór vesen. Erum við til í að sjá eitthvað örlítið meira aggression frá Venus hérna City megin? Já, þú veist, við þurfum að breyta ykkur. Veist, en ekki nema að þið sagt ykkur bara við kannski max 3 ránd. Það er erfitt. Það er nauðsynlegt að ná pistól. Já, það er í raun, þú veist, ef hún er 2 eða bara 3 rándum max, þá ertu komin í vesen. Já. Það er bara svo leiðist. En ég veit ekki, aggression í vatni eða breyta ykkur til. Það væri gaman að sjá að prófa eitthvað. Triple G að reyna að finna eitthvað hann í miðunni. Fekk hérna aðeins svo mikið pláss fannst mér. Vá, Tomper ískaldur að kíkja þarna vitandi að mínigrísar og varpar á miðum einn. Það er vel kallt. Ég er ánægður með. Molli inn í tengi. Tomper ítt út úr tenginu og AKR er komin í miðjuna með vapan sinn. Sjá hvort hann finni eitthvað. Ási heldur uppteknum hætti. Hann ætla bara að mæta í bíl og bíð og finna einhverja gunfights. Algjörlega, en hérna er þið bara að krunsa bíði, Tommy. Myndigrís bara lappar inn með vatn, reyna að finna einhverja línur. Ískaldur Myndigrís finnur frakkið hann og Tomper. Það var einn maður í viðbót sem er bundinn. Nei, Keidótt með 2. 3-3 þá. Og eitt kemur CT. Myndigrís er tilbúinn í nákvæmlega það. Smókur kemur í Faro. Fallegt skotan á Triple G. Triple G með mjög mikilvægt frakk í þessu róndi. Það er Triple til að vinna. Heldur betur. En ég maður Ruflu gerir eitthvað? Já, Ruflu og Triple G ná hérna að fella Badda og Skún saman. Fallega gert. Tekur vappa fyrir HKR og þriðja rándi komið í hús. Já, við getum þess að tala um að þetta sé besta dúo þeirra, Ruflu og Triple G. Já, akkurat núna, já. 100%. Þú veist, það má alveg rífast um að en Keidótt er eins og að gera ágæta sluti allavega í þessu leik. So far, so good. So far, so good. Hann er að spila einmitt á B-inu, þar sem hann hafi verið að koma ítrekkað. Tomper í tenginu. Keidótt með autosökkunina. Drífa sig í tengið. Betur. Góð grensa. Myndigrís 15 HP eftir á honum. Já, no armor. Og þá tekum við mikinn skeið á grinu. Það er svolítið. Það er að halda þessari línu bara. Sjá hvort einhver getur labbað inn í hann og hann fái frítt frakk hér. Hann sé að gera nákvæmlega það, hann sé ekkert að vera að reyna. Ok, reynir að kíkja, finnur öxlina þarna á Triple G í miðu, finnur ekki frakkið hins vegar, veit þá allavega af einum í miðu sem er svo sem ekkert bilaðislega gott info en eitthvað. Nei, Tomper með grensu, það gæti gert útslagið hérna við Myndigrís. Betur, það þarf ekki með að bara anda á hann, enda grenu bara í... Það er eins og ekki að nýta hana. Autosökkurinn í tenginu getur gert góðan skaða hérna. Keidótt með autosökkurinn nær einum. Ási liggur í valnum. Þið þurfa að díla við þetta. Heldur betur, gott blast. Keidótt nær öðrum. Mjög mikilvægt 3 eftir lifandi núna hjá móti 2 HKR og Triple G hérna meginn. Vita af einum á CT, Triple G og HKR báðir hérna. Triple G fær flastið út, æðir hérna út og blindur Baddi. Nær ekki frakkinn HKR 1 á móti 1. Daffey á móti HKR. Og smókur hérna í tengið þar sem að Daffey er. Finnur frakkið HKR loksins að sigla þessu. 4 ránd til Venus þar inn í hálfleik á móti 8 í að meginn. Hann varð að reyna þetta. Já, heldur betur. Daffey og Myndigrís toffrakka hér 13 frögg á kjaft. Heldur betur. 8-4, er þetta ekki bara average? Jú, þetta er rosa average, sko. Já, það fer stórlega eftir CT-sætinu og við vitum að í að hafa verið ansi brotættir CT megin og við erum búin að hamra á því ítrekkað. Já. En það er spurning hvað ég geta bóðið ykkur upp á hér. Venus. Þegar erum við að tala um möstun. Ok, góði smókar á bíið, sikkur megin á sætið. Og það er bara bíið Keisla Skún til að taka á móti. Finnur fyrsta. Það ætlar ekki að bakka, hann ætlar bara að taka fætin. Þeir eru komin nála tengi. Og það er margir í tengi, Tommy. Það er allir í tengi. Það er bara allir. Allir í að leikmennunni og koma inn í tengi. Finna Tomper. Góði Molli. Það ætlar bara að vaði í gegnum hans til þess að... Ég á ekki auka tekið orð, æðinginum smók, nei Mollan, vita af Ruflu, þetta er ekki skemmtilegu tími til að vera. Ekki draumastaðan fyrir Ruflu þarna, 1 á móti 5, allir 5 leikmenn í að koma í gegnum
hversu margir fóru í gennum tengið svona actually? Það fór enginn úttengið. Skún var einn á B-inu og ég held að hinn hafi verið í miðju eða út alveg, annarkvort. Það er litla. Ég náði bara að horfa á Skún, ég var ekkert að græja mínum appið, ekki neitt. Nei, 9-4 eins og það Ía, byrja vel hérna, komið bæði pistolum með skjáltast ekki. Já. Sem ákaflega góð byrjun. Þú talar að hvað? 70-80% líkur að þú vinnur bæði pistol. Já, að vinna leikinn. Það var allavega í MR15. Ási gerir lítinn skaða, en þeir eru komin inn á B-ið, Skún finnur einn en Feldur. Það voru Ási, þarf að finna næsta, gerir það með hjálp Dabbi. Tomper með einn, hérna kemur bakki, Tomper. Ætlar að molla, gerir það loksins og þetta stóða öllítið, Myndigrís með skátinn, hérna kemur þetta í bak, Batti, skiptir höfumáli að ná því frakki. Það var bara ruflu einn eftir góðu molli til að loka á Myndigrís, það var Batti hinum einn, snerti bombuna, stikkar ekki, finnur frakkið á ruflu og 10. rándi komið í húsi á Ía. Full force, ná plantinu vissulega, en Venus samt sem áður fyrir að renna út á rándum. Algjörlega. Kaupa deiglur hérna Venus. Sumir hefði bara keypt hér, vonaði besta. Sumir, já. Tomper og AK Armor allavega. Heiðarlegt. Já, 3 leikmenn ekki á Armor og deiglum. Tomper hingað til einungis með 2 frögg. Og hann ákveður að taka hetju eitthvað. Það setur spurningamerki ef þú vilt vera hetjan þá be my guest. Já, heldur betur. Þetta er eins og orðatildæki segir, fortune favors the brave. Já. Sem að ég er mjög hrifinn af. En gerði það ekki í þetta skipti, Tomper Feldur. Já. 2 frögg og búinn að falla 12 sinn. Það er að tala um það sé í káti. Triple G. And another one! Nei, það mátti reyna. 4-4 hins vegar ruflu hins vegar búinn að finna Ása. Þá er þetta allt í núna smá geranlegt ránd. Ruflu líka með AK og alabíðinu hérna er Batti að finna 2 eiginlega einstaklega rándi fyrir Ía. Eiginlega. Deagle no Armor ekki að gera gott mót hér. Nei. Bomban er á bakinu á Triple G sem er í bélabíðinu. Hirði Skún í droppið þarna eða eitthvað? Vita ekki. Opposí! Nei! Á búst. Vassar þarna undir sig. Hitt maður komin út. Skún finnur allavega Triple G. Bomban á fall. Feld fyrirgeðu. Fall. Hvað er ég að segja? Hún er föl. Já, þú fæst keypt. Eins og margt annað. Já. 11-4 Ía. En Venus fyrir allan að kaup. Tomper gæti keypt Makt henni það. Galil líka. Galil ákaflega góður. Algjörlega. Vá, maður er byrjað að spila meira og meira með Galil. Já. Ég tek hann hygglust. Ég er bara meðist Galil mjög næst. Maður þyrfti helst að læra spray pattinni á hann. Það er bara ekki hægt til því. Ég hef svo sem ekkert eitthvað lagt rosalega mikið fyrir því að læra það. Nei, sammála því. Skún hendur góða molla hann á bakvið. Smókin neitar aðeins fastegn en Smókin Triple G Smókin Tómi, hann er að lappa ekki. Þetta er lurksmók. Þetta er lurksmók alveg á síti. Það er maður bara til að taka mótunum. Það er Ási sem er að finna frakkið. Heiðarleg tilraunina hjá Triple G. Ég er ánægður með þetta. Gríðarlega heiðarleg. Skún og félagar hins vegar ennþá öruggir hérna á B-sætinu. 3 til staðar þar og ætla að sækja í pingi. Ruflu með fyrsta, 2 til að svara þessu hins vegar. Skún nær rífrækjunu. K-Dot ennþá fyrir aftan Smókin. Væntanlega leggur aðlögu hér. Tomper. Það er gæðið Skún. Stórt 2K þarna og bakkar. Vita af Tomper. Já, en Tomper. Hann er komið svona nálægt. Ætti ekki vita en hérna er Tomper. Hann er búinn að 2-falda frökkið sín í þessu leik núna. Hann situr á 4 frökkum. Þarf að 3-falda þau til að vinna þetta ránd. Ekki kemur þetta út. 16 HP á honum. Batti ennþá örlítið í burtu. Hann er alveg
fremst í Faró, Planti kemur eins og þar fyrir CT. Hann aldrei að fara að búast til Baddi út. Faró hér, ekki eftir allan þennan tíma. Baddi kom í bakið en á Tomper finnur rándið á 12-4. Staðfest fyrir IA inn í fyrsta mappi. Hvar er vappin? Hvar er vappin? Engin vappin. Bjarni vappin. Herru, djúra. Já, búið að leggja hann uppi. Já, vel uppstilt þannig. Ég ánægði með þetta. Með kitt, ekkert ves, Baddi með 12. rándið í 1-1. Heldur klósa. Algjörlega. 12-4, 1 ránd eftir. Erfitt. Já, ok, ég hef ágætiskaup, Venus. Full loss bonus plus bomba plöntuð er ágært fyrir terra. Já, algjörlega. Must win round, alveg saman hvernig fer fyrir Venus, spurning hvort að þið séu með eitthvað í pókahorrinu til að rífa fram núna ef einhver tíman á núna en Skún opnar þetta með frakki á KR. Já, ekki fallegt. Nei. Og bara verður verra því miður. Daffi lár eftir þessi viðskipti, nær samt sem áður frakkinu. Það eru 5 á móti 2, Triple G og Kato til að bjarga þessu í 5. rándið og Kato bara mólaður inni. Verði kjur. Mjög ólíklegt hér en Baddi gæti óþolinmóður. Triple G er að koma í aðstofuna, örlítið að leita hérna í tenginu hvort einhver sé að fara að sína sig. En Myndigrís, hann er bara með línuna. Hann er með línu inn í lobbyið, Baddi er bara second contact. Algjörlega, Myndigrís. Fyrsti kontakt, ætlaði hann hitti skotinu heldur betur, einn maður eftir Triple G til að vinna 1 rándinu viðbót fyrir Venus sem gerist ekki að þessu sinni 13-4 tölur eftir fyrsta map. Lítur gríðalega vel út hérna fyrir IA, spiluðu vel saman. Það voru svona rispurnar hjá Venus sem við sáum en ekki mikið meira en það, Jón. Nei, þetta var voða svona lackluster leikur og lítið kannski til að greina. Ekki nefna bara að IA voru að spila mikið betur saman, mikið betur. Já. Já, fara betur yfir það eftir eða núna? Við ætlum bara að fara yfir það örlítið betur á eftir einmitt. Það er næsta map, Mirage, ekki fara langt. Wait, is he switching lanes? Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt.
Velkomin aftur, Ía voru að krækja í sinn fyrsta map sigur í deildinni hingað til, búin að spila, já þetta er 5. serían sem er að byrja núna, en fyrsta map winnið, búin að vera helvíti nálægt í svona hér og þar, sérstaklega móti Ármann, algjörlega. En já, við veðjum báðir á að Ía myndi allan að krækja í fyrsta mapið, þú gafst Venus 1 map og það var næsta map. Já, sko ef þið er alltaf að vinna map þá er það núna og það er mér aðs. Ég eiginlega veit það ekki, ef þeir er alltaf að vinna eitthvað í bann þá var það núna. Já. Og annars ég það ekki vinna mapp allavega ekki fljótlega. Nei, sko ég ætla bara, sko þessi botbarátta, þú kannast við hana, þetta er erfitt. Mínir menn. Þetta er erfitt botbarátta sem að þeir eru í núna, bæði þessi lið og ég meina, ég get ekki annað en hugsað það var kórdrengir í einmitt mér að. Er þetta töframappið? Þetta er sko, þetta gæti verið töframappið þar sem að loksins kemur sigur frá Venus. Ég veit allavega að við í kórdrengjum, mínir menn, ég veit ekki hverju eru. Já, ég meina bróðuparturinn að spila deildin ennþá, þannig að... Já, takk fyrir þetta. Það er bara, ég meina, I speak the facts. Já, nei, hérna, þú veist, ég veit ekki, ég held að meira að sé svona mappið sem að betra liði getur mættin og server á móti lakara liði sem að er bara eiga leik og tapa stort. Þetta er þannig mapp, kannski 2 í hinliðinu sem eru bara eiga virkilega góða leik, gefa okkur röflu og K-dot eða eitthvað, eiga bara geggjaðan leik, alltaf út miðjun á 2-3 geta þetta bara stort. Öll lið geta lent í. Historically líka, þá ætla ég að gefa smá kontekst líka bara fyrir, Anubis-leikurinn var algjört rúst. Við sáum Myndgrís var mun betri og sterkari vappin á serverunum við HKR. Það er bara þannig. En það eru 2 möpp sem að Myndgrís hefur ekki skarað fram úr í og annaðið mér as og hitti núk. Það eru 2 hin möppin sem eru eftir. Þetta er samt ekki búið fyrir Ía, alls ekki. Við sáum til dæmis, það voru mjög góðir gunfightar sem til dæmis Skún og Ási, þetta rifle duo sem að var að vinnast og það verður að segjast að 100% þetta er ekki bara vappamapp, heldur þessi sterkur riflers eru líka mjög góðir. Algjörlega. Tengið skiptir miklu máli, shortið skiptir miklu máli, þar þarf að vera með mjög góða rifla. Getur eiginlega ekki spila vappa nema kannski á shortinu. Erfitt samt, sko. Getur átt svona play með vappan í tengi en þú veist ekkert eitthvað committed þar. En þetta er, þú veist, að hafa sterkar rifla þar er þinn besti séns á að vinna leikin. Getur verið með lagar rifla á aðinu, ástæðan fyrir ég spila alltaf aðið, akkeri. Nei, ekki stelja sjálfa þig. Nei, þú veist bara... En ok, þú veist, miða við allan liðið sem þú hefur spilað í, til dæmis, ef við tökum bara viðmið af til dæmis kórdrengjum á því tímabili og með blaster í tenginu. Þú veist, bara, hann átti frábært næsta tímabil til dæmis, eitt besti leikmaður í deildinni og þetta var svona, þú veist, það sem maður var að trappa sig upp í það. Minnir á shortinu, hver á shortinu okkar? Ég man það ekki. Það er svo langt síðan. Klassi eða eitthvað? Nei, Klassi spilaði ekki. Nei, hann var á bekknum. Það gæti verið Seni. Gæti verið Seni? Já, mér minnir það. Já. Þegar ég spói, ég held það. Já, getur verið. Já, eitthvað eða þáttan. Sníki á vappanum og þú á A-inu. Svona rotating. Þetta, já. Eða Hyper. Póli Sonder og Sjórstun. Póli Sonder, já. Það held ég. Þannig erum við búin að telja 2 leikmenn sem eru svona rifflar í deildina allavega. Þú veist, Hyper til dæmis senstimpili átti frábært svona upcoming tímabil. En þegar ég pæli í Ía line-upinu og aftur, ég byrjar að pæla í því bara hvernig liðið er sett upp, þá meikar það sens. Ég veit hverja ég læti í tengið, ég veit hvernig ég læti á shortir, ég læti Ása og Skúni í tengi og short. Hinum einn, hvern lætur hvar? Röflu var að spila A-ið, ábyggilega besti ræflur þeirra, hann var að spila A í Anubis. Hvað, viltu ekki hafa riffliðin á B sem að skara svona fram úr? En sko, Röflu á bara ekki að vera besti leikmaðurinn. Það er nefnilega málið. Já, það er bara 100% þannig. Ég veit ekki, sko HKR tekur glugga í CT, K-dot tekur short eða tengi, Röflu, short eða tengi og hinn 2 svona eitthvað, hann á milli. Já, ég meina hvert lætur í Triple G? Það er ábyggilega besti leikmaður þeirra? Ég held að hann sé A-leikmaður. Þú veist, erum við að tala um bara, þú veist, glow-up season fyrir Triple G í svona einhverju... Já,
þegar þú ert með svona lækagöra í kringu eins og HKR og Tomper hafa verið so far þeir eiga að vera góðu göranir í liðinu. Já. Þeir hafa bara ekki sýnt það ennþá. Þegar við vorum að fara yfir line-upið í byrjun seasons í frakkinu, þá vorum við með að tala rosalega mikið til dæmis Tomper og ég hef búin að sjá hellinga á honum, bara fýll leikmaður, en það er einhver sviðskrekkur að eiga sér staðina í úrvalsdeildinni. Já, þetta oft svona, fyrstu leikinu oft kannski eitthvað strempið og mikið vesen, ég veit ekki, þetta kemur alveg fyrir. Menn fá the shakes. Já, ég veit. Mér fannst þess að ég hefði mögulega tekið eftir, þetta fyrsti útsendingarleikurinn. Við sá Tomper á hann þegar það var að fara að skjóta á miðju í mögulega eitt af síðan. Já, þannig eitt af síðar rándunum, síðasta mögulega. Það sem hann tók svona kipp. Ég held að það hefur stresskipur. Stresskipur? Ég held það. Vá, ok. Já, þeir hafa náttúrulega aldrei spilað í útsendingu áður. Nei, og þar spila náttúrulega inn í að leikmenni sem hafa gert það, það eru 3 í þessu line-upi sem hafa spilað útsendingarleik. K-Dot, Rufflu og Triple G. Þeir þurfa aðeins að stíga upp. Þeir eru allan að, þeir eru með hlutin á hreinu þegar kemur að því að spila upp fyrir sig. Við sáum náttúrulega Rufflu eiga ágætis tímabil á senast tímabili með Young Prodigies. Algjörlega. Við getum talað að liðsfélag hans komin í bara Más, NXT núna. Það náttúrulega risastórt, gleymið því ekki. Já. Og hann staðfesturinn í Más. Reyndar á trial, en þú veist. Más NXT. Já, það hjút. Blikka að gera góða hluti og bara innilega til að mikið blikk. Já, bara enn og aftur. Þetta er frábært bara fyrir unga strákinn. Já, bara Íslandi yfir höfuð sem síðast þjóð. Það verður gaman að sjá hvort að... Það er svo gaman líka að sjálfsögðu liðin sem hafa verið að spila á erlendi grundu og sérstaklega það er bara beint í live. Já. Bara beint í live. 3 út miðju, 1 út neðra, 1 B húsi fyrir Venus. Það er B Kistla með Triple G í lörskinu. Skún með 2-3! Já. Hvað er að eiga sér stað hér? Smókurinn, já, ég hefði sagt á aðeins of seint, en Tomper þorði ekki það í gegnum hann og reyna að frækja á Ása, náttúrulega 3 komnir á B-sætið. Bomban liggur á sjortinu, það eru 4 komnir þarna, það er ferningur á B-inu. Já, þetta er áhugavert að sjá hvernig vilja reyna að spila á þessu Venus. Skún kom með 4, Skún leitar að Ace-inu. Já, vá, Ási sakkaði í honum með Ace-ið í fyrsta rándi í mappi nr. 2. Og hann er skellihlægjandi akkur hann. Ég væri það líka, ef ég hefði Ace-að. Ég held að sé ekkert sem að leysi stressi jafn mikið að koma inn á server en að Ace-a í fyrsta rándi. Nei, mér finnst það bara frábært, sko. Þetta er confidence builder dagsins. Og þegar við hugsum Skúnið mitt, svona historically, þetta er rosalegur confidence spilari. Ekki það að aðri leikmenn séu það ekki. Þetta er bara confidence rifler og við þekkjum alveg nokkar manning. Algjörlega. Þetta er áhugavert. Blokkur, P250, 2 flush á Tomper. Það var bara að reyna að ná plantinu Ási, hoppar upp í bjöðu sig með djúpum smoke sem að gera þetta mögulega bara betra fyrir Venus leikvæðin. Hérna Ási nær 2, hérna ná 3, dingar hann, gerir mikið skada en það var einn maður eftir. Tomper. Ég skil vel að peka glokkinu upp eða úrst Ási í þessari stöðu. Glock 2. Það er bara málið, en með 4 pislur hann að líka til hliðina á sér Ási sem að finnur Ace, það eru 2 Ace í röð, Tómi. Ég á ekki orð, það eru 2 Ace, þetta hefur aldrei verið gert. Aldrei, ekki í deildinu á þér. Bæði á B. Já, þetta er eitthvað sem ég meina að fara ekki B. Já. Það står að B er á lockdown, ekki ágjörðu því. 2-0, AK var hins vegar komnir núna á Venus. Ákveðið svona bónusand núna, ekki alveg 100% en... Nei, en eiga alltaf kaupin náttúrulega í getur við talað hér. Hring getur að neita þessi míndigrís ískaldur! Hann er hann heitur þetta samt, ég skal að segja það. Sjóðandi. Ekki gott, Batti spila tengið, Skún spila shortið. K-Dot, Daffy. Pikkað. Það er M4. Daffy, ég skal taka því kennslu í mér aðs. Ekkert mál. Minnsta mál. Ekkert mál. Batti með morali tengið fyrir komnir
lengra en hann og hann býst ekki við í. Skún með 1 frag en Rufflu á tengja ekkur núna. Myndigrís Lár, 15 HP á honum. Algjörlega, og lítið vel út fyrir Venus. Ef Myndigrís líklegur í að búa til eitthvað fjandan úr engu. Já, en tökum þetta því. Þeir að róta þetta yfir á AF. 1 í húsi, 2 allir koma rampin. Heldur betur. Skún ætla hann hafi séð í ennið á manninu honum miði. Reportaði allan ekki einhvern veginn. Þannig að þetta lítur ekki vel út. AF algjörlega óvaldað hérna og ég gæti alveg sé það ef að Myndigrís nær engum þegar þeir koma út á AF þá gæti þeir haldið. Heldur betur. Skún sem þetta á spotta. En, Myndigrís búinn að finna 1 headshot. Gerir mikinn skaða á næsta. Það rosalegt. En komin í mörder, Ási. Hann ætlar að reyna að halda þessu. Bakkar eins og það. Finnur ekki frækki á Rufflu. Ætlar Rufflu að pússa áfram? Nei. Rufflu bakkar aftur. Og Skún komin inn í... þetta flass. Hefði getað verið frábært og Rufflu hefði getað náð frækkinu. Skún hendar, finnur frækki hér og Ási búinn að finna Keito. Það voru Triple G aðleitn eftir in-game líturinn í liði Venus. Molli, flass, báðu með Kit og þannig Skún að krækja í frakkið og þeir spila þessu algjörlega frá sér. 3 á móti 2, þetta retake á IA bara alveg frábært. Skún og Ási með þetta. 4, með þess að byrja á 4 á móti 3, 15 HP Myndigrís, nær takki og einu frakki. Já, virkilega, Myndigrís gerir vel, hann gerir mikinn skaða á 1 leikmannin en Skún á eftir að deyja. Það reyndar klikkun. En 3-0 og Myndigrís komið vappa í hendunum á móti einum AK og í höndunum á Rufflu. Það svona smá shaky heima á tompir. Það bara ég? Örlítið, gæti þurft að lækka sensið og komin í sjónvarpið. Hristaði þetta á sér, það er vont að vera stressaður. Já, og það hægt að nýta það líka. Já, heldur betur. Myndigrís! Já, bara vappanum út þessu. Já, ógeðslega sniður. Þetta gerist ekki betra. Og að sjálfsögðu að Triple G að finna frakkið á Mini. Kryptonætið. Já, Keito finnir samt frakk annars staðar og þá þetta aftur Man advantage hérna fyrir Venus á móti IA, 3 á móti 5 að þessu sinni. En Skún nær Ása. Bomban fælt hann að batta Skún núna 1 eftir á móti 2. Hann sjóðandi heitur. Já, ég bara myndi passa mig. Keito spottar hann á sorturu, Skún tekinn vel niður í HP af Rufflu. Já, beitaði þetta inn í unfavorable fight á móti Rufflu. Rufflu að stikka þarna í jungle. Það dvínandi líkur á að Skún vinni þetta round. Já, með hverri sekundurinn sem að líður. Keito þarf ekki að gera þetta. Nei. Skún stikka þarna saman á CT og hérna ætti Keito það stík í hann og finna frakkið. 3-1, Venus krækja í sitt fyrsta hér. Algjörlega mikilvægt að finna þetta round, sérstaklega eftir þetta kaup, virkilega vel gert hjá Venus. 1 AK á Rufflu inn í þetta round og þeir sigra. Að missa vapparana. Úður. Mjög ódýrt að falla þar. Það eins og að vappan aftur núna ekki þekktur fyrir að missa haus mjög auðveldlega allavega. Nei, og þú veist eins og ég talaði í Anubis, það er erfitt að ná honum af vappanum fyrir eitthvað confidence. Það bara málið. Mini engin ákvöðsson toppmitt, hins vegar ákvöðar bústað toppmitt. Skún fyrir að finna frakkir sem að gerir fyrir að næsta. Nei, Rufflu rífrakkar en það var næsti maður. Meint í tenginu og vappi á sortinu. Triple G með batta. Það Myndigrís 1 eftir í miðunni. Algjörlega Daffey lætur vita að sér, þeir vita upp á hár hvar hann er. Algjörlega gæti verið í ágætri stöðu akkur núna á default. Mjög erfitt að láta fella sig þegar þú ert að spila af defaultinu, ekki nema og gjörsamlega giftist píkinu, en hér það er 2. Rosalega stórt hann hjá Daffey, gerir sér stóran inn á A-inu og þá er þetta aldrei splittaður upp. 1 í tenginu, Triple G, hann smókaður út hinn. Já, hann bara lengst hjá sjónvarpinu. Ég laut að það Rufflu, Triple G búinn að finna Daffey 2 á móti 2 núna.
spurning B. virkilega Það er ákvörðunin. og sjáðu í að nei, ég held að Míndýri sem að fara yfir á B-þana en Ási ætlaði að halda bara úr kitchen smókur hent topp tengi úr B-hóknum. Þetta nær þeim í burtu frá B-nu. Þetta er snildalega gert hjá Triple G. Þetta er overpassflassið, Tómi. Já, Gamla góða. Gamla góða overpassflassið. Þú ert niðri og hendi flassinu upp eða öfugt. Já, virkar. Það virkar. 75% af skiptunum. Kringlaust það virkaði. 9% of the time, it works all the time. Yes. Bomban hins vegar, komið niður. Hinn 91% alveg gjössanlega. Það bara lítur ekkert eðlilega heimskul út, sko. Já, bara allt í góð. Ég skal líta heimskul út fyrir $200, sko. Já, það er nefnilega málið. En 2.2, retake. Myndigrís í retakinu. Rullu með glæsrið frakk hérna á Myndigrís, bara bakka. En hann er ekki með kittin. Lætur heyri í sér, bakkar núna loksins. Hann er líkur í kittið eins og þar fóð það 3-2 Venus, hann klóri bakkan. Röflu leitar snirtilegt skot hins vegar og það er 3-2. Daffey gerði svo ákaflega vel, leita síðan í info og Triple G á móti. Gerir mjög vel að ná frakkina úr tenginu. Tala nú ekki þessi smókur í tengin, tekur rótetið af B-inu. Minnir þetta hafi verið gott ekki Batti. Jafnvel Ási á B-inu að halda. Já, Ási var á B-inu að halda. Þessi auka riffill hana, 1-2, ná einu með sér, setja Myndigrís mögulega í 1v1, mun betra. HKR krækir ekki frakkið. Myndigrís hins vegar hittir og hér er Daffey að falla fyrir K-Dot, Tomper og K-Dot búin að ná í 3 sikkur, ekki sikkur, saman, meina ég. Það er ekki á þær, það er oft svo leiðist. Ási komið fyrir framan hana smók. Þetta er ekki smókin sem hann ætlaði að henda en skú núna 1 eftir á móti 4, bara uspa í höndunum á honum en hann getur myndið frækki hér á haug. HKR. Þetta er ekki hægt. Hann er á eldi. Hún vantar bara aðstoð. Ó já. Skún. Þetta grunna þetta núna. Þetta er ekki vappi! Nei, heldur betur ekki. Skún er ekki vappi. Spurning hvort það er kaupi hér í eða hvort það takir pislur. Virðist vera að þeir sé að kaupa inn í þetta 4-4 kaup. Við höfum talað um það í gegnum tíðina að þetta er ekki uppáhaldskaupið okkar. Já, það er margt betra en akkurat þessi kaup. 3 rándir röð hins vegar fyrir Venus. Venus konum með góða stjórn á leiknum, góðan efnahag og þetta er nákvæmlega sem við þurfum. Sérstaklega termein, strengja saman rándin, brjóta peningin á CT-num og þá koma sigrarnir. Giftast í að taka miðju, 2 rónir miðju, 1 í tengi sem að sér ekki neitt, Skún fundin. Hér er Batti að ná rýtakilu, virkilega snyrtilega gert hjá Banta. HKR. Ná að íta HKR í burtu með hann að vappa, vita þá af honum, Triple G kemur í aðstöðuna en þá kemur bara smókur topp mitt. Ó já. HKR sér yfir hann með vappanum, getur leitað en mögulega vill ekkert eitthvað sensinn. Úr því sem komið er eiginlega óþarf að taka miðjuna ef þið eruð í Venus. Já. Spurning hvað Triple G er að segja ykkur núna. Ég er með bjós, ég er með miðju, ég er með bjós, ég er að kíkja í miðju. Ok. Ég held sér bara ræða sinna á milli hvernig ég geta fundið eitthvað. Þetta er ránd fyrir IA til að tapa og það er nákvæmlega svona. Batti þarf ekkert endilega að halda toppmitt. Nei. Spurning hvað HKR og Triple G gert. Molli tengið í gott flassunni miðju fyrir Daffey sem að er mjög svo blindur en Daffey getur verið að gera mistök hér eða hvað. Finnum frakkið á Triple G og núna vill hann eiginlega bara bakka. Halda þessu. Þetta er 3 á 1 en hann finnur bara frakkið. Ekkert að flækja þetta 4-3. Daffey inngem lítirinn. Og næri vappa fyrir nýju stjörnuna sína. Jaha, heldur betur. Gjör það svo vel. Ekkert eðlilega ánægð með þetta. Alltaf gaman að hafa vappan góðan. Droppa vöppum á hann og... Já, þú vilt bara nutta á hann á axlina þegar þú getur það og... Já, bara gefa hann það sem hann vil.
Þetta eru ego-verur sko. Já, heldur betur. Það er oft svoleiðis. Verður það líka bara að vera? Já, tvímælalaust. Það er engin önnur leið til að taka þetta hlutverk að sér. Og ég vona að HK sé alveg eins. Ási með fyrsta. Það eru Daffey og Ási. Þessi grensi frábær. Og mælir vinur. Og Ruflu er bara... Ég ætla ekki að kveiki mér í dag, sko. Það er nákvæmlega þannig. Hjálpinni hins vegar á leiðinni. Þeir eiga annan molla. Já. Þarna fer hann og Ruflu er fundinn. Ási með Triple G og þá er Tomper læðist upp rampinn, Skún með senasta frakkið. Það er 5-3. Heldur betur og núna loksins pistolrond hjá Venus. Mega allir í kringum 2000 nema Triple G sem á 3000. Spurning hvað ég gera hér. Eða B-kistla, er það út A-hús? Rætt út miðju? Eða bara það er rólegt rand, lefa það með eða Jútil. Ef ég þekki Triple þá er það bara rólegt rand. Menn þess að lossbónusinn þeirra er ekki góður þannig að þeir eiga 4-4 kaup í næsta rándi. Vissulega, AK-in er ódýrar heldur en M4-in þannig að þú veist í ágætum málum. Venus líklegast ekki að fara að krækja í 4. rándi sitt hér. Ólíklegt. Bíða toppið aftur. Svo sem að geta nýtt á nálunni að þeir sé að fara að leita þessu. Ási með fyrsta frakkið. Hérna eru 2 rifflar að fara að falla. Já, líka þannig úr Ási í brasi. Þeir auka smók þarna. Þeir fyrir annan smók en hann heldur af Ruflu 3-2. Bara Triple G 1 eftir. Þeir eru búin að gera hellingsskaða. Ná helling á Jútil, fell á 2 byssur. Já. Bara nákvæmlega þessi rósku eftir. 2 byssur með glokkum, bara bíða í top mid. Hún var ekki einn tekka. Ég veit það ekki. Held ekki. Nei. Allavega hana 6-3 staðan. Skún, já hann er lang besti leikmærinn á serverunum Jón. Já, næst. Sko, 19 frökk á Skún. Þar á eftir honum Ási með 11. Síðan Daffey með 4. Nindigrís með 3. Og Batti með 2. Hopp og sí, Nindigrís mistar hann 1 leikmann frá sér. Daffey hins vegar í hjálparvörninni. Þetta er svo vel spilað hann hefði maður. Þessi vörn er virkilega góð. Virkilega góð. Heitótt í húsinu núna ekki alveg með fornafræðan og hreinu þegar verið að spamma á mótorum. Vissulega ekki, þetta er frábær smóksamt. Heldur betur og verður þá bakk úr þessu Ruflu komin í tengi en hann finnur einn, ekkert meira það, Heitótt einn eftir núna á móti 3 hinum megin. Vissu hvað hann var niður komin fyrir cirka 15 sekundir síðan, búinn að róta þetta þaðan og allar er í rampinn. Það er Daffey sem er að spila upp á blómapottinum hann. Já. Þetta er leiðileg staða, en ef hann húsar nær í sólinni. Já, hann er að fara að sjá skugga. Vinnur samt ekki frakki, Heitótt. Hopp og sí. Þetta var svona smá jiggle hana. Smá. Pingu jiggle. Bara jiggle. Nei, Skún í bak. Já, engin sjokkir þar. Er hins vegar ekki með bombuna. Hann liggur hérna rétt hjá. Og hann lætur vita sig hér. Skún. Með ekkert vesen. Það er í frakkið og það er það 20. í fyrri. Það er nefnilega málið. Þetta eru sturlaðar tölur. 7-3 og Skún er búinn að vinna meira hlutan á rondum. Þar á meðal 1 ace í fyrsta rond, Ási með annað ace í second round. Já. Skulum ekki gleyma því. Þetta er svo klikkað. Þetta er ekki draumurinn. Tactical timeout tekið núna Venus mögulega og seint. En samt erfitt að argjúa. Já, þetta er samt bara 4 raundi röð. Þeir tapa pistol og tapa forsinu. Síðan vinna 3 raundi röð sem voru mjög samfærandi. Tapa síðan reyndar 2 gunrándum í röð og spurning hvort þú takir taktikal þá. Tóku séns á öðru gunrándi og ég kom að þá allan að feskir í setni 2. En mér finnst betra að taka taktikal frekar í terreldur en City. Já. Er ekkert rosalega mikið adjustment sem þú getur gert þar. Nei, en getur svona samræmdi aðeins sem City. Já, fínt að eiga 1 eftir kannski. Já, það er það. Svo ég meina, þú getur alltaf að tala in-game sko. Það er ekki að leyfa þér ekki að tala sko. Það er alveg málið. En 3, 4 Tech 9 á Venus, góð greina. Og hér er Tomper spottaður stuttur smók hérna. Ási og verður að hitta þessu skoti sem að gerir ekki. Tomper finnur frakkið á Ása og þá er þetta orðið vesen fyrir Daffey.
engin varnar smók komin út enn sem komið hjá IA. Skún hins vegar á sjortinu og þeir signa sig þegar þeir ætla að krossa hann aftur. Rufflu nær honum hins vegar á sjortinu. Kom sér í CPL. Góður molliðan sem að forsa Tomper aftur. Eiga ennþá fullt af smókum. Daffi samt að leika sér hérna með hættuna nær fyrsta. Tomper með tekkuna búinn að finna eitt fragg úr þessu engli. Það er að sörkla smókana sína. Já. Gamla góða. Já. En 8-3, 1 ránd eftir í þessum hálfleik. Erum við að stefna á 8-4? Ég gerir sterklega ráð fyrir því fyrir Venus allavega. Það eru svipaða niðurstöður, ef ekki nákvæmlega sömu. Já, það var 8-4 í fyrri. Já. Fyrir hálfleiki í fyrsta mappi. Mindigrís byrjar að leita með vappanum núna í Palas. En Tomper bætir í fraggreikningin hér. Daffi fundinn. Vel tímasetta molli á K-Dot. Svo erfitt að hitta skotu finnst mér sem vappi. Já, sammála því. Engin vappi samt þannig að ég ætla ekki að þykjast einu svona vita hvernig það er, en ég held að það sé erfið. Það er málið 3, 2 toppmate, 1 í miðju, 1 í bíðvösi hjá Venus. Erum við að sjá 4-4, alltaf betra fyrir terrin, alltaf. Batti heldur hér Skúni sem er að svara, en Tomper rífrækkar leið, þá er Ási og Mindigrís á móti 3. Einn á sikur í sætinu, einn að push upp shortið, annar í B-húsinu, þannig að Ási er að fara að vera í eldlínunni hér, spurning hvort hann ætlar að bakka inn í. Æjæ, þetta er nákvæmlega það sama og þeir gerðu senast þegar þeir kræktu í fyrra rándið. Ási byrjar að pikka það upp, Triple G eins og að komin eiginlega of nálagt til að geta brugðist við því. Já, þetta gæti orðið vesen ef Ási lifi bara þannig að bomban er að koma upp shortið akkur núna. Hann er að fylgjast með flankinu. Ási ætti að fara að heyra í þeim. Þetta er svo óþægileg tímasetning. Vel gert hjá Venus þarna. Ekki eins og einn tímasetning, Triple G lætur sér detta. Já, og þá vart tímasetningin þannig að hann snýr sig akkurat við. Já. Óheppilegt þannig fyrir Ása, en gott fyrir Venus hins vegar. Skilur Mindigrís eftir í 1-3 klötsinu, grinna smókin, það er engan að finna. Lítið eins og ráðum sjortinu, HKR uppi. Klúrar hann á fyrsta skotinu, en HKR finnur þriðja fraggið sitt í þessum hálfleik. Og lokar þessu 8-4. Í að unnu pistólið eins og við munum eftir. Já, nei, ég ætla að breyta þessu. Skún vann pistólið eins og við munum eftir. Já. Og Ási vann annað Glock Spar í öðru rándi. Já. Ace. Heldur betur. Það er ekkert oft sem við sjáum þetta. Ég bara, þú veist, meira þess að bara þú ert að spila svo. Já, bara þetta gerist once in a full moon að það er Ace og síðan Ace, bara back to back, sko. Já. 1. október, 24, munum eftir því. Skún og Ási. Já. Geta fengið graffiti in game. Rufflu, spotta hann leikmanni. En Tomper er að spotta, en það er einn maður hann fyrir aftan. Rufflu sem er feldur, Daffi feldur og Rufflu er að strauja í bak. Þú eru að afgreða hann, Batti hins vegar með Tomper til feysa 2, Batti og Skún hins vegar búin að leggja B-sætið í eyði og K-Dot með þess á 1 HP. Það er HKR sem þarf að reyna að bjarga þessu, kemur frá sjórstinu. En bregst búalistinn þegar hann er að reyna að finna Batta. K-Dot 1 HP, þarf að láta það virka en gerir það ekki. Þetta er svo óheppilegt og Mindigrís að loka þessu pistól nr. 2 komið í að megin. K-Dot, ef þú hefði bara ná seitin hana. Bara only if. Ætlaði að nota trigger-disciplini, en þetta er svo sem alveg staða sem að má að búast við sítjanum, þannig að það var örgulega verið að fara að kíkja af aftur, sko. Já, þetta er þannig dæmið, sko. En það er bara svo það er. 9-4. Það er ekki sparteki frá Venus. Þeir ætla að kaupa full í þetta. Það er ekki metasmókin, þetta er bara venjulegi toppmitt, gamli góði. Já, gamli góði. Já, ég er hrifinn að þessu. Ég er meira þar. Rufflu spottaður á svölum. Ási mættur
finnur frakkið og þá er næsti maður Tomber, Degla inn á sæt. Getur hann þarna, en þetta verður slæmt, já, Triple G að sjálfsögðu. Hann var eitthvað að pirra sig yfir þessu. Þú varst allt of lengi þarna út á svölunum. Allt of Skún spottaði rappinu líka af K-Dot 100%. Sem að bakkar í burtu 3 á móti 4. Daffi upp í bíðasunu er væntanlega að kalla sína menn til sín. Já, virðist vera. Daffi Tomber er einungis með Deglu þarna og síðan HK var á svölunum með Deglu. HK heyrið þeim í bíðasunu, hérna koma þær. Tomber baksa. Þetta var skýtut Tomber! HK með banda og HK með Skún og það eru Deglunar sem sigra hérna ránd nr. 2. Það er 5. rándi fyrir Venus. Heldur betur þvílík skotana hjá báðum leikmörunum Tomber og HK. Virkilega vel gert. Guð blessi Degluna og allt það. Já, og Guð blessi Ísland 9-5 hjá IA. Ef að reyna að svara. Ef að Venus vinna þetta map Já. Þá er bara ef að Venus vinna hann leik þá Já. er einn einstaklingur Já. að fara að láta okkur éta stóran sokk. Það verður skemmtilegt að reyna að láta mig borða í. Já. Erfiður viðregnar, viðurkennið það. Já. En ég er svo pikki á hvernig hlutir bragðast. já, þetta má ekki vera gamall iðnaðarsokkur. Nei, þetta þarf að vera glænýr sko, bara einhver sokkur frá. Þetta er ekki úr Hugo, þú veist. Þetta má ekki vera úr H&M. Nei, þetta þarf að vera Húsiböge. Já, Batti Skún eða Gucci. Og Batti að leita sem á Skún í miðunni. Erfitt að finna eitthvað nema kúlur í ennið. Og þá er Skún einn eftir, 24 fröka honum. Spurning hvort það geti fengið eitthvað lyftu tónlist bara með þessu vandi. Spottarinn í fenginu púsarstjórn, nær frakkinu Tomber komin á. Kreik. Nei, vanlega. 9-6. Nei, hvað er hann? Þarna, 10? 10 á Tomber. Já, vel gert. Daffi og síni, já þetta er, sko ég verða viðurkenna, þegar þú vinnur fyrsta ránd, tapar second ránd, það er örugglega ekkert meira demoralizing. Nei, það er rosa vond. Já, það er alveg erfitt fyrir andlögulegina. Það er það sko. En þessi molli átti ekki að fara inn í viðhúsið. Svo mikið er vist, K-Dot finnur 3. Triple G stelur mínútur þess að ná, HKR. Já, hann er nú fair and square. Daffi fellur og 7. rándið til Venus 9-7. Ennþá IA í hag, en það er komið ákveðið run í Venus. Heldur betur. Ef það er haldaði sára, 2 ránd þá er þið búin að jafna þennan leik. Ef þú mættir skýra liðið eftir plánetu, þá má ekki vera Venus. Hvað myndi það vera? Og Pluto ef það væri stjarna. Eða pláneta. Já. Það er bara sólinn. Jú, þú og sólinn. Ég myndi örugglega taka Júpiter eða Mars. Júpiter mögulega. Já. Það er svolítið. Freyð gegn er að hitta þarna örlítið. Ruflu með 1. K-Dot í gegnum smókin með 2 og þá eru þeir allan að konurinn á bíðin. Þeir eru í ansi miklum vandræðum. HK er komin í rótetið, bomban ekki komin inn á þetta. Þetta var gunfight sem þurfti að vinnast. Já, heldur betur. Allir allan inn í kitchen, en eitthvað segir mér að Myndigris ekki var að vinna þetta. Nei, það er allavega þarf eitthvað mikið að lænast upp. Finnur ekkert! Þetta! Já, ég hefði sagt, hefði náð þessu fraggi, þá væri þetta orðið geranlegt, 2-1. Þá með smók, var með molla, hefði getað einangra fætana sína þannig, en
Já, ef og var og hefði og allt það já, á milli. hann er bara málið 9-8 og Venus að keyra sig aftur í gang. Virðist vera og það eru slæmar fréttir fyrir skúnvélina. Skún er búin að Skún og vinir. Skún og vinir. Það hengi eitthvað. Já, það getur verið. Grensan, góð, Myndigrís. Svo sem ekkert óvanur því að gefa util damage til hinsliðsins. Nei, hann málið Ási kominn rampinn, tilbúinn að brenna örli. Nei, ok, gefur ekki færi á sér. Blesa þarna fast. Kröftug lungu. Mér finnst svo vant að blása í þennan væk. Mér finnst það bara ytturst í móða ekki. Já. Það er svo. Skilji. Mini. Duffey! Og þetta er stór hættur trán. HKR fyrir Myndigrís. HKR komið Duffey. Þeir eiga ekki smók. 3-3 en þeir eru konum með AK og geta eins og ekki krossað yfir og það er vandamál. Algjörlega Ási gæti mögulega að hoppa yfir línuna ef hann fer upp í stigan. En þá þurfti HKR, hann þarf hvort er að spá í B-inu. Þetta er núna 2 á City, Rufflu og Tomper. Sér hana í batta, gerir mikinn skada. Góð greina eða hvað? Geta spammað mjög auðvitað hann kassa. Skún finnur frakkið. En bomban á slæmum stað, það er verið að planta henni hér. Getur ekki plantað henni. Nei, Diglan finnur og Tomper með 2. 9-9. Því líkt ránt hjá Ía. Þetta ég fær bara í kvíða eitthvað þegar að kemur með ránt. Þetta er svo erfitt að eiga við þetta. Mistum af Tomper 2K-arna í endan til að kræki þetta. Spurning hvernig hann krækti í það. Það var auðvitað fallegt. Skún hins vegar komin á 2100 damage, 25 frögg. Hann er að reyna að vinna þann leik. Hann vill vinna. Hann vill bara snemma að sofa í kvöld. Molli í ramp, HKR upp í A-húsinu. Við erum að finna Ása, Rufflu búin að finna Myndigrís og þetta er alltaf falla, þetta er kaup hér. Getur einhver útskipt fyrir mig hvað er nákvæmlega þið voru að reyna að gera í þessu róndi? Nei. Eitthvað A-ish. A-ish, ok. Labbaði upp rampinn. Síðan einn feldur í B-húsinu líka, sko. Þannig að ég veit ekki, bara default eitthvað sem að fór úr fjandans. Já. Það er líklegt. Rufflu vinstramegin í kitchen B-húsi er eitthvað líklegur í að labba örlítið á Duffey ef hann finnur þetta skot hér. Gerir það ekki en bara nær einum. Rótið eins og er á shortinu. Úvelt. Það er að flassa þarna Tomper og spottar hann út. Droppar hann inn á sætið, Keito tekur á móti honum og Venus eru komnir yfir. Það er svoleiðis. Í hvaða skipti er þetta sé sem að Venus sé yfir í deildinni? Gæti að vinni first round ekkert mann og ég heldur að vinni first round í Anubis minni og svoleiðis. En þannig að, já, við ætlum ekki að gefa þeim svona stóran skítasokk. Nei, ég er bara aðeins að kynda. Örlítið að kynda. Ía taka tactical timeout. Hérna þurfa þær örlítið að breyta sinni taktík því að þetta var ekki búið 10,5. Aðeins of mikil kókristi þarna. Já. Hlaup upp rampinn, reynir á pikki. Annar í Palas. Hann er bara vappið að bíða. Ég skal gefa þeim sjens á því. Já. En svo splitta þær upp. Já. Það er bara málið. Ég skal leyfa þetta í fyrsta gunround þegar það að vinna en staðan er 9-9 sko. Já. Og 10-9 núna. Það er bara málið. En þú veist, þeir eru búin að tapa hvað 5-6 ándum í röð. Já. Sem með ekki draumurinn. Alls ekki draumurinn. Sérstaklega það sem að CT-arnir eiga kaup núna í allavega næstu 2 ránd. Góður smókur. Keito. Gæti spreyðandi gegn. Tomper þarf hins að taka mótið hér. Tekkunar æða inn en. Búið, það var Rufflu. Hann er á bíl. M4, lítinn M4 með að segja nær einum. Það er 2. Ok, gott mál. 3-3 afturplant. Bomban er að fara niður akkurat núna. Það er enginn að koma úr B-húsi. Það er enginn að koma frá short. Ó nei, og hér Duffey að falla. Allir störblindir hann í kitchen. Ási og Skún. Þessar kannónur í Miraz fyrir Ía. Riffil dúoið þarf að gera gott hér. Ási á back. En Skún
vita af honum núna. Þetta verður miklu erfiðara núna. Ó já, en Ási vinstra meginn hérna á back, finnur hann eitthvað? Nei! Neitn og Triple G með skún. Þetta var rándið sem þeir sára. Þeir þurftu það svo mikið. Sjá glottið á Triple. Þrefaldur glott. Það veitir ekki gott. Skún var búinn að beita fyrir hann. Já. Þarna þurfti Ási að gera sér stóran. Nær ekki einu fraggi. Já. Ekki gott. 11-9 Venus. Þeir vilja, þeir þrá. Ótrúlega Já. vel spila CT-sæti hjá þeim. Já, so far. Og okkur svona á óvörum í að góðið CT megin en lélegi termi. Já, þetta er eitthvað nýjasta nýtt. Þetta er alltaf að skrítið eitthvað. Vappin er komin á Myndigrís núna. Já. En já, svo sem ekki fyrsta skipti og Myndigrís ekki með armor. Já. Takkaður í gegn, 50 HP núna. Ekki alveg að gera ráð fyrir Æ. ruflu þarna. Og Triple G smókar sjálf sig út. Enda að vita á honum close þá, sérstaklega sem að undirhandið var það. Þetta bara að bíða. Já. Góður Molli forsa ruflu í að hreyfa sig og hann er felldur hér. Frábært pick hjá IA. Núna konum við Man Advantage, HKR í B-húsinu með sinn vappa. Hann ætlar að byrja að leita. Algjörlega. Og verður að byrja að leita öðru hverju meginn. Hérna er hann bara að falla líka eða hvað? Jú, ok, hérna að segja að Batti að hann hefði ekki fundið þetta fræk og þeir að gera svo mikið skada. K-Dot nær frækina á skún þeirra heitasti leikmaður. En þeir eru ekki komnir með neina fastig. Þeir eiga B-húsi framalega. Já. En, þetta ásprittfræðin á frækið þarna. Er búin að kæla hann út en tökum eftir manninum á A. Þrefaldur er í rampinum. Hann er í rampinum en takt eftir leikmannum sem er komin á ticket. Ó, já. Ég held að leikmanninn á Daffi sé ekkert að vera að búast við honum, sko. Ó, nei. En alltaf að Triple G sé að búast við honum. Nei. Hérna. Þetta er risastórt. Triple G leipur þeim framhjá, finnur einn, finnur tvo, Daffi finnur annan og Ási annan. Það var bara Triple G einn eftir. Ásmók undirhandar honum og sér í bombuna hér. Flassið kemur. Þeir verða að pússa saman en þarna fyrsta frakkið. Daffi fallinn. Og þá bara Triple G og Ási er lár og 12. randi komið. Triple G, hetjan á 4K. Triple G ánægði með þetta 4K á honum til að tryggja 12. randið í Mirage fyrir Venus. Tíminn var kannski naumur en þarna þarf aðeins að hugsa út fyrir kassan. Já. Það þarf að hlaupa í gennum smókin saman og leyfa Ása að fara fyrst. Já, þetta er smá klúður þarna, stressið mögulega eitthvað aðeins að ná til í að búin að tapa mörgum rándum í röð. Kann ekki telja svo mörg ránd eru það. Kann ekki telja með svo mikið. Það er bara gamla góða B-contact. Enginn að valda B-húsi núna. Rufflu og Tomp er á shortinu að valda það. Rufflu að bakka núna á tímasendingu hérna. Hann er hins vegar alveg out in the open akkurat núna en er að bakka. Ekki uppáhaldsstaða mín til að spila á B-inu en grensan er geggjuð. Gerir mikið skada á Rufflu er að gera stórkostlegan skada en hann er búin að gera mjög vel. Myndigirins komið nóg að þessu, vill bara vinna þetta round. Daffi líka en hér Triple G og HK er hins vegar með 2 fljóta tilbaka, vita af einum í horninu þarna en byggust við flaggi. Triple G að búast við flaggi þarna. glórulaust. HKR situr núna á 3 líf, K-Dot heilsur hraustur en Ég myndi reyna í þetta, alltaf. Já, Þeir eiga vappa sem að gæti mögulega farið til Myndigrís en það er séns. Það er séns til að loka leiknum og peningurinn er góður. algjörlega. Bíða með línu, sjá hvort það Ási. Já, Daffi kíki inn í þetta en HKR er ekki að fá neitt fyrir sinn. Nei. HKR, hann þarf bara að fara að hlaupa í burtu, hann á 3 í líf. K-Dot finnur Ása. Ég held að Batti sé fallin líka, mögulega Daffi líka. Já, Batti eini maður sem að fellur 12-10. 12-10, 1 tilbaka út frá kontakti B og þetta var á ensku slett sloppy. Já, rétt svo rúmlega spurning hvað ég vilja gera hér. Það er ekkert búið að virka nema B-ið. Ekki neitt búið að virka nema B-ið. Æð á algjöru lockdown eins og þú segir. Hafa samt verið ágætir að finna einhver kontakt í miðunni eða taka leit. Algjörlega.
Henda smókin í Sniper, enginn þar. Enginn smók, toppmitt einu sinni, Míngrís. Já, fær mögulega bara kontakt hérna á HKR. Hann hlýtur að falla hér, Míngrís. Hann bara að taka kontakt úr tengjan, Triple G líka. Það er á seiði. Þetta stór skýtti allt saman. Hérna Triple G, einn maður klóð sjóðanum, Míngrís að finna frakkið. Það gerir Triple G. Triple G er bara betri. Það bara svoleiðis. Kryptonætið hans Míngrís Triple G. Það svo. Off-and-goal, Raffi finnur frakkið, Triple G hins vegar með einn annan, Skún. Maðurinn sem var allt í öllu í byrjun. Ég verð ekki verið með mörg frögg síðan þá. Tomper! Smókurinn kom fyrir CT, Tomper. Hann spyrir ekki gegn, hann ætlar að æða í gegn. Það er sjálfstraust á Venus! Ískalt. Finnar að fyrsta, annar að planta! Og þá er Skún einn eftir en að bjarga þessu! Skún einhver. 26 frögg og honum aðeins með 26 frögg í hálfleik. Held ég eitthvað nála því allavega. 24 eða 25, hann hefur ekki gert raskat í setni og hér fellur hann. Hver annar en HKR sem klárar þetta 13-10 og já, ég var kannski ekki að búast við þessi fyrirháleik en djöfull var þetta skemmtilegt að sjá Venus gera ákaflega gott CT-sæt en getum við talað um það hvað þetta var mikið sjók. Já, sko líka bara one man, já, nánast one man army hérna í að megin, í Skún. Nánast Ási, fylgdi honum fast á eftir í byrjun. Já. En mista hann síðan frá sig en síðan gerir Skún bara ekkert í seinni hálfleik. Hann er CT-spilari. Hann er CT-spilari, já, virðist vera. Já, en þú veist, galið samt að þeir vinna pistol sem terr og tapa síðan bara 8 rándum í röðu eða eitthvað. Já. Sem klikkun. Já, absolutt klikkun sko. Það er bara nákvæmlega þannig. Og við höfum oft talað um að IA eru svona betri hérna termegin heldur en CT-megin. Já. Ekki núna. En já, við skulum bara fara yfir leikinn á eftir. Það er þriðja mappið. Það er Nuke. Ekki fyrir langt. Wait, is he switching lanes? Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt.
Velkomin aftur, hörku spennandi 1-1 sería hér í gangi og við getum ekki hægt að tala um það. Hérna í að kasta frá sér, já bara leik sem var algjörlega unnin. Það bara verður að segjast, þeir tapa þarna á móti Digluspari, labbandinn á B, að sjálfsögðu Tomber og HKR gera afskaplega vel þarna á B-inu með Diglunum. Já, algjörlega. En já, það er bara ekki hægt að tala um það, þetta er bara... Þarna er bara krömbul í gangi í Terr og Daffi. Þetta upp á ákveðnu marki verður að skrifast á hann? Bara 100%, sko. 100%. Og þú veist að tapa með svona miklu forskoti í seinni hálfleik er galið. En þú veist, vissulega meira að svo ef að CT-in hendir í lás þá er virkilega erfitt að brjóta en þú veist, farið hratt í tengi, farið hratt upp sjórtið, bara reynið eitthvað sem það hafi ekki gert og ekki æft. Það er ekki að virka. Algjörlega. Það er nóg til að gera allavega. Það er nóg til að gera og það er nákvæmlega þannig en að sjálfsögðu við getum lastað IA eins og við viljum en þarna er Venus bara að henda í lás í ómögulegri stöðu komnir 9-5 undir eða eitthvað svoleiðis og vinna 9-5 undir og bara gjörsamlega læsa. Gamli góði lásinn. Já, finski lásinn sko. Það er stóri 9-4 með þess að þeir vinna náttúrulega forsið sem að er bara svakalegt. Ok, frábælega vel gert hjá IA. Hjá IA í fyrirháleik, Venus gera vel til að koma sér tilbaka. 1-1 í seríunni, mjög close leikur í Mirage, mjög svona kaflaskiptur, en við erum að fara í næsta map sem er Nuuk. Hérna hnífað upp á sætina sjálfsögðu og hérna vill maður byrja í City. Já. Það er allavega betra, það er mikið betra en það fer svo líka eftir hversu mikið þú ert búin að eyða af tíma og prakki í Nuuk eða þú ert búin að eyða helga tíma í að prakka Nuuk sem Terr allt eins fínt að byrja þar eiga að segja bara eftir að læsa inni í City þannig að ég veit ekki, minnst ekki verra að byrja Terr. Mér finnst það ekki hræðilegt, ég meina að þú færðarlega slatta plássi en hérna óskum við eftir einu stykki Myndigrís. Við höfum alveg séð það áður, Mirage er kannski ekki besta mappið hans, Nuuk var heldur aldrei eitthvað sérstakt mapp fyrir Myndigrís. En höfum séð sprengjur hjá í Nuuk. Óskum eftir einu þannig núna. Já, og vissulega hinum einn. Við getum ekki hort frá því, þetta var maðurinn sem var í raun og verið allt í öllu hjá Venus, það er Triple G. Já, það er Geitin, það sína sig. Já, heldur betur og ég meina, er þetta ekki bara hausinn á bakvið þetta og nákvæmlega mapp sem að hann fílar? Jú, algjörlega og ég veit ekki, maður hefur lastað Triple G alveg helling en hann á hróskili núna og bara stórt hrós fyrir Núkið, Mirage. Ekki fyrir Anubisi, en við sjáum hvort að við sjáum það hérna í Setarkrík kjarnorkuverinu. Í Idaho, Iowa eða eitthvað af fylgjórum, það ekki eitthvað í þáttina. Jú. Bang. Rosalegur. Þetta er maður sem hefur lýst með nokkru leikjum. Það virðist vera. Það er svoleiðis. Kannski 2 með 3. Já, virðist vera. Já. En það er svona allavega farandi inn í þriðja mappi. Við höfum allir spilað þetta þriðja mapp í seríu, eða öllu heldur spilað þetta þriðja mapp í seríu. Þú helst að sjálfsögðu í sérstaklega á þessu leveli. Hvernig er það að fara inn í svona seríu sérstaklega þegar þú ert búin að tapa svona mjög leiðilegu second mappi? Sko, þetta er bara gamla góða mental resetið ef þú ert nógu sterkur andlega þar að segja, ekkert allir sem eru það. Þá verður með það bara að standa frá tölunni, fara út, anda smá loftið að segja bara og róa sig niður og koma síðan bara brosandi setjast brosaði í töluna, það er eiginlega leikilaldri. Já, tvímælalaust. Mér finnst eiginlega að skipta sköpum, sko, ég veit ekki hvort það sé bara ég að vera geðsjúkur, sko, en ef ég sest brosandi við töluna, þá gengur einhvern veginn allt betur. Alveg saman hvað er. Já, veistu, það gerðist fyrir mig í gær. Ég kastaði frá mér heyrnartólunum frá einu leik, en síðan fór ég fram og talaði við konuna og kom brosandi tilbaka. Það var allt betra. Það er bara þannig. En niður fara Venus. Svarti í vörðinni nær þetta fyrsta, nær ekki fleirum. Það voru allavega 3 á móti 4 en Myndigrís
Hann á 1 HP. Algjörlega reynir þarna á sig í eitthvað ótrúlega daffi. Næstu því að reloada hana. Allt gefur ekki mín dýris. Ekki séns að Myndigris vinni þetta ránd. Það bara getur ekki verið. Það getur ekki verið. Insane ef að þetta skeður, Tommy. Fyrsti. Og hann draftan hann. 50-50, hvort hann hafi farið í single eða ekki. Vissulega Venus sem að vinna fyrsta ránd hérna í Núk. Sko, svo vant að lenda í þessu. Sérstaklega þessu. Hjá Mini. Já. Ég meina hann þurfti ekki að séns, hann var 1 HP. Já. Hann hefði getað plömmað það niður. Já, það er vel málið. Eins og í gamla dag kallað Worldspona. Já. Triple. Hann er hinsmógin, fer aftur í sama hornið. Forsu upp hérna, 2 skátar á Myndigris og Daffi. Myndigris úti með skátinn, allar að reyna að láta hann virka. Sigurbyggja hérna kemur hérna frá Keito, vita af honum núna. Erfitt að rata hana úti. Beila brás. Þetta er rugglingslegt eitthvað svona. Ekkert með þetta hafa. Gæti búist við því að skátinn sé þá ennþá bara úti. Myndigris eins og komin á rampinn. Þessi lurksmokur er þægilegur fyrir mökkurnar að koma sér nær. Myndigris það þá koma sér í aðra stöðu og spammkynnar eftir með auðvöld fragga á Myndigris og þá er rampurinn alveg tómur. 2 niðri hins vegar. Köllum það 1. Bara Baddi. Já, algjörlega er dimma aftur. Fór þangað í pistólinu og er grunað það núna en Baddi finnur einn triple í annan einhvern veginn. Þetta er aldrei að finna annan þarna vel gert hjá Badda. Ási finnur Keita, 2 móti 2 þá. Ási kom með AK. Skún með MP9-una. Hittir á tímasendinguna þegar hinn er með Utility en Tomper með fínt fragg. Skún gæti unnið þetta en hún að gera mikil spjara. Og Uspan rífin upp og þetta er Skún að gera ótrúlega hluti. Þetta er ótrúlega flægirinn að redda málunum. Skún 1-1. Þetta já, Jórð, þetta, ja. Vel gert hjá Ía Baddi að gera virkilega vel. Hann er dimma, hann á 2 einhvern veginn. Það var svona byrjunin á því að Ía átti einhvern sjens í þetta ránd. Algjörlega. Svo Ási líka með MP9-una æða þarna niður og næja á AK-in sem var búinn að halda honum í töluverðan tíma. Átti eitthvað þátt í máli og einnig að grípa Util á svo slæmri tímasendingu. Já. Það er nefnilega málið. En fullkaup tilbaka, Tomper með Galil. 2 mökkur, 1 tekka, 1 degla. Er það rampkeðsla? Það virðist vera Mollin og það er Átorsóknar sem tekur á mótið hérna og það nær ekki fraggi! Þetta er slæmt, Myndigris komin þetta að spreyja niður en hann er búinn með kúlurnar. Og þeir alltaf bara strauja aftur niður. Skún eins og að mættur í single, hann opnar hurðina, þeir eru hoppin í glugga 3. 3 í glugga, þar á meðal Átorsókn, heyrir einum ofan á. Nú er þetta byrjandi vesendumi. Þeir verða að smóka út single eða eitthvað, þeir verða að gera eitthvað, þeir verða að ná einhverju fastegn úr því sem komið er. Einu sem Skún þarf að gera er bara að lifa þarna í single. Það eru 2 sem að bíða fyrir aftan smókinn í doppur. Tomper reynaði frakkið. Skellur hins vegar þetta. Góð byrjun, Ási með HKR, deglan. 3 í doppul, opna hér, Tomper að finna annan. Keidot með 3-4, Keidot! Hann rendi öllum frökkunum á Tomper hérna, hann fann við þess að frakkið upp á tíðinu, þú veist upp í rampi og allt. Já, Tomper að eiga frábær fyrstu 3 ránd hér. Já, virkilega vel gert hjá. Já, eiginlega bara þetta ránd. Þetta var 3K. Hann er komið 3 kill en get ekki gerst á mikilvægri tíma. Þetta er málið. Hvernig getur þið svona, þetta var svo slæmt hold á rampinum. Já, óheppinn þarna. Hann ná, sko, hann kastaði málunum niður, gott Util og síðan bara mölvaður. Já. Svo vant að lenda í því. Já, gerist. Já. Nei, jú, hann skuti. Ási kominn inn í gula með Max 7. Það er hægt að spamma þessa stöðu með AK. Algjörlega.
tiltölulega auðvelt en hann að spila örlítið offengur þarna. Yfirleitt fólk í horninu alveg að myndir. HKR spammar þarna örlítið niður en 2 mjög lágir. Tomper leysir pressuna, Mindigrís fundinn. Auðveld 2 frökk hins vegar sem hægt að finna þarna. Maður hói bak, úti, Rufflu. Finnur Daffey skún á milli Steins og sleggju getur eitthvað að gera það, hins vegar ekki. Það var einn maður eftir Baddi, Degla, lítill armor og vesen. Og Rufflu með Glockin, Glocks, man. 3-0, Venus yfir. 3-1. 3-1 segi ég. Ég litblindur. Já, ég held það. Það gæti verið, sko. Gæti alveg verið, sko. Talnablindur, litblindur, þetta allt eins maður. En lesblindur. Já, ég vissi það. Já, það vissi það allir, sko. Hvernig ég frétti þar? Nei. Hvaða smókur þetta? Ég held að þetta sé ofan á Vippa eða Kenny. Þannig hvort. Við Kenny í smókin. Já. Lendir á kassanum Kenny. Ofan á honum hætti. Ekki. Eitthvað það áttur. Rufflu. Díkaður á Daffey. Hér. Smá lobbygröns. Smá, bara full lobbygröns og allir að falla. Tomper bara með svona mikið sens. Það svakalegt. Þarna, þetta ég held að þetta væri stressflikið hann á hann. Nei, hann bara svo mikið sens. Já, örlítið of mikið. Það já, áhugavert. 4-1, ekki 0. Eins og þar. Já, 4-1, en ekki góð byrjun fyrir IA. Sérstaklega í ljósi þess að þeir tapa pistol, vinna second round, tapa síðan third í rush ramp. Já, þetta ekki draumarstaða. Tapa 2 í röð hér og það ekki komin vappi á Mindigrís, þannig að hann getur ekki gert neitt rosalega mikið til að finna pikkin og þeir æða bara niður. Algjörlega. Mindigrís, hann komin í double. Og að kolla þetta mikið á skrifumina niðri, í double, fer í glugga. Það ekki að bakka úr þeim, hérna Rufflu þess að bara keyra. Mindigrís finnur hann líka, Triple G búinn að finna Ása, Mindigrís að finna annan, þá Tomper og Triple G 2 eftir. Loksins, þetta allt og mikið sens. Það ekki? Þetta allt og mikið. Eða hvað? Þetta allt og mikið. Svo er það bara long range fætnum. Fætnum. Fótunum. Já, þetta allt mikið sens. Finnst mér allavega. Ég accurate þarna á rampfætin allavega. Triple G, hann komið með hellingaplássi til að vinna með. Það spurning hvað ég geta fundið út úr þessu. Hvað bomban? En Triple G með hellingaplássi og bara að labba niður Secret. Þar Tomper niður vent líka. Ætliði sig að búast við Triple G á molla. Já. Og hann líka flass á jörðinu allavega. Þeir með 4 flöss á sig hvort ætlaði að nýta þau. Nei, akkur. Óþarf að nota flössin. Láta bara jæra það sig. Nota utilið, krakkar. Mikið gott, mikið gaman, mikið fjör. Það hefur verið skemmtilegt að sjá Triple G flassan inn í double. Já. Svona nokkurt veginn gefið að einhvers eitt sé þar. Það geta flassað þarna frá Secretinu eða svona aftast einhvern veginn. Algjörlega. Og já, þetta áhugavert. 4-2. Komið síðan alveg askvaðan að hjálpa hann með næsta kontakt. Nákvæmlega. Gefum okkur að Venus tapi þessu róndi, Tómi. Þá ég kaupið næsta. Það nóg til að Monni hann að Venus megin. Já, eini sem í einhverju vandræðum í rauninni HKR. Þetta frábær. Tomper kominn 51 í skaða strax. Ási gott til. Ekki smóka gula. Ég sverða. Já, minnst það alltaf mjög áhugavert. Ég skil ekki smóki gula. Ég botna ekkert í því. Bara 2 smóka ískur, takk. Já. Þetta það svo þar. Daffey með rífrakið leið, ennþá með mann upp. Já. Áhugavert. Þetta bara lélegt útil. Já. En ég skil ekki af hverju fólki eyðir smók inn í gula. Ég hef alveg gert það. En þú veist, ekki í defaulti. Nei, þú veist,
man ekki hverju var að spila með daginn, Núk sem spilaði með mér inni, hann smókaði alltaf gula og ég var að trillast. Það annar smók í gula. Ási feldur. Og Dabbey finnur 2, það einn maður eftir Triple G. Fallegt skot hérna. Og sá hlýtur af að sé leikmannin í vettinu. Það bara núna. 4-3, mögulega. Já, ekki eftir. Gjörsamlega, jarðaði þarna af Batta. 4-3, staðan. Nótilega pening, 1 kaupi viðbót til Venus. Mér er svo skemmtilegt að náttúrulega alltaf þegar við erum að spekta þetta leikinn. Þá erum við í 16-9, upplaust. Native upplaust. Akkurat. En spilarar oft í 4-3 strett. Og þá ertu ekki með sama field of view. Nei, þá sérðu bara í raun mikið grennra sjónarsvið. Þannig að við stundum sjá leikmenn og já, ok, þetta er ykkurlega 4-3. Hann stendur hliðir á hann, hvernig sér hann ekki? Þá er það að segja að þeir sem er að spila 4-3. Næst aðra hérna, vil ég ekki fara í hennu Mólanas. Lass. Í leit inn í kistla, góð grenan innan, ekki góð grenan og skoppaði lengst upp Ási. Dabbey í innihóldinu, gott innihóld, svo far, mjög gott innihóld. Ási, þrykja á honum. Ruflu, hvað leitn eftir núna, ég slóði þessi hausning, hvað skeiði, hvert var peningurinn okkar strákar? 1-3, Ruflu, já, hann vinnur þetta rántómi. Það væri rosalegt. Sagði til næsta bæjar. Þetta er betur. Það er fyrsta og 2 eftir Vappi upp í Heavensi, Mindigrís og Batti niður á gólfinu. Aldrei sé rólegri Ruflu. Nei, mjög rólegur. Úlfur. Mindigrís skiptir í M4-in hérna. Rétt missir af tímasendingunni. Hann er ekki með bombu. Nó tíma hins vegar. Já, ég skil bara ekki að fara þessa leið til að fara bak. Já. Það er alltaf. Það var alltaf með sens á pikki þarna. Ef að pikki lægi fyrir. Vissulega. En spurning hvort þið sé að búast við Ruflu út gula 30 sekúndur eftir á klukkunni. Ég held nú barast ekki. En hér Ruflu að falla fyrir Mindigrís virkilega vel staðsettur fyrir akkurat þetta play. 4-4 og gætu hendi mökkur lítinn armor og eitthvað hratt. Konu með ágætan lossbónus. Það væri ekki vittlust að hendi í það. Rampurinn virkaði seinast. Tactical time og tekið á guðdómlegum tíma. Þetta er vel gert. Já. Þetta er vel managað lið, þetta Venus-lið. Já. Fyrst fyrir allavega. Já. Triple G með sitt á hreinu hérna. Tactical timeoutið væntanlega lesið í sínum mönnum. 3 rándir töpuð og einhvern veginn þurfa að snúa því við. Býst sterklega við því að hann auki tempóið örlítið. Tókum þetta því að náttúrulega gott jút til þarna í ískuruna sem að stoppaði playið eiginlega algjörlega. Já, voru ekki tilbúin að fara út miðju með þessu. Það er eiginlega alls ekki. Já, það hefur verið dauðadómur líka. Já, mögulega. Grensan hefði hægt á þeim og þessi lélega grensa þrátt fyrir það. Já, algjörlega. En Diglur keiftar 1 AK og Ruflu. það er Diglu-keppnin. Með armor, stóran armor í þokkabót. En Mindigrís finnur opnar fraggið á HKR. Byrjar vel fyrir Mindigrís hérna strax komin á Vappan og búinn að finna talsvert af fröggum hérna í sin fyrstu rándu með stóra græna prikið. Algjörlega mjög óþægilegt að spila þetta engul upp í Heaven. Já. Þessi rimlani sem þetta á þessu hana reyli á mjög óþægilegum stað ef þú stendur hana niðri. Mér finnst alltaf lendi í þessu. Já. Alltaf að lendi í þessu. En þá er Heaven eða dálítið opið sem er ekki góðar fréttir. Batti. En þeir hljóta að gera ráð fyrir þessu og taka lobby á móti eða hvað? Nei, þeir eru bara alls ekkert að búast við þessu. Já, ættu að búast við þessu. Batti er að búast við þessu. Skún komin í spækvendið sem er svo sem ágætt andsvar við þessu en þeir geta bara vætpíka 2. Já. Eða bara tíkulpíka og komist það í hvað hann er og hún ætti að vera góð fyrir einn hérna. Ætti, en nei, þetta er á þannig tímasetningu að Ási tekur fætinn, færi svo bara 1 frakk og það voru 2-2 retake á A-side og Mindigrís með Vappa að fara upp bendið, Tommy. Já. Vá, hvað maður þarf að vera kaldur. Batti gerir þá lætur heyri í sér. Gerir
ráð fyrir þessu. Verður að hitta svona skotinu. Þetta randir í alveg að falla Venusmegin úr því sem komið var. Þarna bara galið að þið bregðist ekki við því að þeir eru að komast í bakhæfin. Þú bara bústar í hæfin. Já, eða bara tekur lobby. Það ekki flókið. Já, þú veist, það að spila spækvendið og einhver leikmann sem að þetta bara illa að spila á IA. Já, ég væri reiður bara ef ég væri í liði IA þannig. Já. Ef ég væri coach. Ég líka. Já. Og mögulega eitthvað reiður innan IA, það aldrei að vita. En sjáum hvað verður Diglur núna IA megin. Batti aftast á rampirum. Daffi og Myndigrís falla hérna snemma í róndinu. Skún lætur fyrir sér. Hvað gengur á? Þetta svo óhefnilegt að heiti ekki svona skotum. Hér leikmaðurinn Dín Ískur. Tompi að finna frakkið á Batta sem og Ása 6-4 staðan fyrir Venus. Venus í dauða færi hérna termein. Já, ég lokaði þessum hálfleik yfir alveg í dauða færi þar sem að peningurinn í IA-megin alls ekki góður. Tactical time á teki af Venus og hér eitthvað adjustment að fara að eigast að stað aftur en þeir ákveða að spara Diglur og 5-7 í þessu róndi. Sjáum að Myndigrís að tjá sig eitthvað þannig. Spurning hvað hann og Daffi ræða sína milli sem og mögulega Skún og já, restin bara. Allir einhvern veginn að tjá minn mögulega. Já, ég get alveg trúið. Held að það sé bara nákvæmlega það sem að þarf að gerast hér. Já, en það verður allavega alltaf áhugaverður leikur það sem eftir En spurning hinum megin hvað Venus ætla að gera í þessu námdi, hvort þið sé að búast við pistolkaupum. Myndigrís aggressiv úti og að finna eitthvað fragg og í rauninni það leikmæni sem þarf að reyna að finna eitthvað hér. Já, og hann að fara að finna eitthvað hér. Nei. Já, kúlu í ennið frá Röflu. Já, við glemtu því að sjálfsögðu. Kúlan í ennið. Já. Það líka eitthvað til að finna. Já, náttúrulega sem og Daffi að falla þannig. Annað ránd í röð sem þeir falla saman. Já. Það getur látið sér næja 4 ránd í CT en þá var þetta pistol. En þetta lítur bara út fyrir að vera lið sem að spilar ekki nú. Já. Bara eiginlega ekki. Já, þetta áhugavert. Spurning hvort það verið að banna síns klæmum upp sem voru betri upp Venus eða eitthvað, ég veit ekki, og enda síðan í núk sem að þeir bara spila ekki. Þú veist, reyna að banna þeirra sterkleika í staðin fyrir að banna sína veikleika. Já. Ég veit ekki, mér finnst þetta steikt. 4-7. Vægast að líta samt illa út þetta síti meginn. Já. En Venus, þeir eru bara að labba ekki inn í vörðina. Já, þetta ekki flókið. Batti í eldlínunni að halda með Másvon, gerir það hér nær einum. Remur ásamt, Daffi fyrir gjöfu. Keituð og HKR, 1-2 eftir hér. Og þetta bara must-win round 3 alveg saman hvernig fer. Heldur betur. Smokey double, Smokey single og vappin hjá HKR. Uppi á rampinum, opnaða double hér. Greinar. Mjög góð grensa. Mollar hann inn í double, virkilega góðu molli. Ítir þeim upp sem að gæti ítt þeim í áttina að HKR með vappan sem í litla rampinum. Fyrir frakkið þar, Skún fellur, Myndigrís fellur, HKR á double, HKR á no-zoom triple og vinnur rándi fyrir Venus, það 8-4, alveg geggjað afturplant hjá Venus. Já, þetta áhugavert, mjög svo áhugavert. Ég var ekki ráð fyrir að þetta akkurat öfugt sem sagt að IA myndi vinna
City-hálfleikinn en alls ekki. Já, það sést alveg augljóslega hvort liðið er betra allavega á þessum hálfleik. Já, heldur betur. En já, nú er gaman að sjá hvernig IA ætla að díla við þetta, vera svona langt undir í þessari seríu og mögulega að fara að enda bara neðstur í deildinni. Skún fremstur í fylkingu og það er að keyra rampinn. Það eru 3 til að taka á móti Keito, Tomper og Háká er vinn. Einungis 2 eftir samt sem áður. Taka fætinu saman, 2 á móti 2. Batti skiptir í uspuna. Mistök. Alltaf mistök að taka upp. Já. Alveg sama. Hvernig fer? 2 konur í rampinn, Rufflu með dual Brettas. Þetta er... Þeir eru svo rætt í bak. Hoppa bara inn í double. Allar upp. Þeir allar upp. Það hlýtur að vera úr þessu. Enginn að finna þarna. Þetta er áhugavert. En því lengur sem við bíða... Þetta... Já, labbinni dual Brettas. Falla fyrir Rufflu. Já, það er stóískur Rufflu hér. Erum við vissum að þetta sé myndavél eða? Já, ég held að þetta sé bara gef. Já, getur verið. Hann er alltaf mjög svo rólegur. Auðvelt að geta tekið ákvarðanir þegar maður sér ekki inn vegginn og allt það, en ætla að taka fætir hana við double báðir, náttúrulega enga veginn búin að spotta City hana, en hvernig ætla í að grafa sig upp úr þessu, því að þetta er bara unnin Venus-leikur. Já, heldur betur. Venus að spila sig algjörlega upp í sigur hérna í núkinu. Það er inn í keisla. Keito, Dona Gula, Triple G búinn að finna 1. Keito með 2. Batti svarar loksins. Mögulega óseint. Blokkin gerir ekki mikið og Batti fellur hér þá Myndigrís með tekkuna 1 eftir á móti 3. Fellur á móti skátunum hjá HKR og 10. rándið komin í höfn. Það er líka force round og þeir eiga engan pening. Þetta er unni fyrir Venus, Jón. Þetta lítur svo rosalega illa út fyrir IA allavega núna. Fyrstu 2 stigin fyrir Venus mögulega í deildinni að fara að koma hér. Já, það gæti verið. Ég væri til í púlsmæli á nokkra leikmenn að fyrir núna, Tommy. Heldur betur. Daffi nær einu meðna út, en þú varst ekki við Rufflu líka þarna á Rufflu með snirtilegt 3K. Gerist til ekki snirtilegra. Já, við erum að frá fréttir. Það eru fyrstu 2 möppin sem að Ármann tapar í stundinu. Það eru 2 í röð. Já, 2-0 sigur hjá EFH gegn Ármanni. Það er ekkert annað. Ármann falla hér. Það er rosalegt. Sennilega einhverju sem að býta aðeins í sig þar. Er þetta bara underdog dagur? Það virðist vera. Já, það eru sennilega flestir sem ég hef talað við sem að spáði í að sigri hér. Flestir. Já. Eiginlega bara einn maður sem hefur spáð Venus sigri. Já. Hann geti mögulega verið eigandi. Gæti verið. Já. Svona er þetta 11-4. Útlitið er slæmt fyrir IA en Venus heldur betur að eiga frábært rönn hér í seinustu, seinni hálfleik í Miraz og fyrri hálfleik í Núk og núna seinni hálfleik í Núk. Ég held að IA sé við búin að ná í 5 eða 6 ránd í þeim hálfleikum. Samanlagt. Tomper droppar niður rampinum á sér reyna í frakkið, ekkert að finna hana. Rufflu að leita út í Triple G og Keito. Þetta er skemmtilegu settur við hérna í gula. Batti finnur einn, Keito býður átækta, finnur hann ekkert! Batti frábært frakk hana. Rufflu nær ekki einungis einum en þá eru þeir 2-3 en Batti á 1 HP. Batti á 1 HP. Þessi grensa sem að HK er með getur heldur betur gert skaða. Heldur betur. HK er að leita. Ekkert að finna Myndigrís hinum meginn við smókin. Já. Þetta er svo vond að lenda í þessu. HK finnur frakkið
alltaf falla með Venus hérna akkurat núna. Já, Baddi á einum HP hér á defaultinu. Fraggi fundið, Ási einn eftir, hann veit að báðum. HK bara býður eftir smókinum en hann ekki að halda vinstra megin við hann. Smókunum kemur, hann sá ekki leikmanninn, HK með fraggið! Og 12. rándið komið til Venus og það smá BM skoti hérna í hausinn á Ása. Það svoleiðis, Enn og aftur spila frá sér afturplantu með glórulausum pósum. Já, þetta alls ekki gott Tommy fyrir IA. Og það hetjan í allavega Cityside Miraskún sem situr á 5 fröggum hér og ég skal svo segja þið það IA eiga alls ekki skilið að vinna þessa seríu. Nei, bara alls ekki. Alls ekki. Þetta verður það verður allavega, ég mun ekki að skjóta hann að segla ef að Venus unna þetta þar sem að ég undir sífelldu áreiti frá einum manni innan herbúða Venusar. En ég meina það bara gott mál að þeir sýni þá, þeir séu ekki lélegastir í deildinni, Venus. Já, tvímælalaust. Bara alveg frábært. En já, þetta 2-0 sigur. Mín grís allavega með fragginn á K-Dot, opnar þetta, það ennþá sjens, en sjensin ákaflega lítill. Já, Venus verða eiginlega að reyna eitthvað úr þessu undir. Trippsi gerir vel, finnur fatta, hoppur að finna Ása. Þetta stefnir í ekkert nema slæmt. Daffey á ekkert til líf, bakkar í 11 röflu fyrir innstálið. Hann á frakk hér hlýtur að vera nær Daffey hérna í eirað. Nær fyrsta, annar í radio. Skún jafnar metir allavega. Jafnar ekki svona metir, hann einn eftir í þessu rándi. Seinasta rándinu mögulega, ránd 17 í núk. Venus gjössamlega að valta yfir IA í þessu seinasta mappi. Heldur betur og ég bara búinn að rita það í stein hér að Venus bara búið að sigra. Það komið niður á blað 13-4 byrjandi Cityside. Skún, það var kannski ekki góður mér að Cityside en það hefur ekki séð til hann síðan þá. Það bara málið. Total kom með cirka 8 frögg síðan þá. Skún. Tomper, bara ekkert að sína sig. Nei. Bara að spila skinsamt. Já. Þetta vel spilað hjá Tomper en það líka hægt að vera of passiv. Hérna mappin og opna single bomban og leiðinu niður núna. Feikað plantið, gæti fyrir fræk. Nei, músar hoppið á versta mögulega tíma Tommy. Fær þá ekki plantið eða hvað? Finnur einn. Tveir eftir til að finna HKR og Tomper. Plantið smóknum og HKR finnur frakkið. Það 13-4 niðurlæging hjá Venus í þessu senasta mappi og það sást upp á hár hver hefur spilað núk og hver ekki í þessu. Heldur betur. Þetta, ég bara ánægður fyrir hönd Venusar. Mjög svo ánægður. Þetta þú veist, við erum bara, sérstaklega ég búinn að vera að tala rosalega mikið að Venus bara myndi ekki sigra mapp í deildinni. Já. Hérna kemur þetta. 2 möpp. Já, vinna 2. Ef við rínum samt örlítið í þessa seríu bara svona Anubis að sjálfsög, það var dálítið eins og núk akkurat núna. Já. Það var bara one way show, það var komin stemning í IA og talandum mögulega ekki stemningu, Daffey komin til okkar. Já, það verður áhugavert að heyra frá Daffey. Já. Daffey. Já, sælir. Já, sæll og blessaður. Hann hann. Það segir þokkalegur. Já, ég meina við erum þokkalegir. Við vorum að horfa á Counter-Strike leik. Hvernig var að spila í þessum? Þetta var stemming í Anubis. Já. Ok, köstum dálítið Anubis til hliðar. Þetta var náttúrulega bara one way show. Þið stóðu ykkur frábælega þar. Förum inn í Miraz. Þið byrjið mjög vel. Síðan byrjir þetta bara allt að falla sundur og saman að persett. Já, við erum ekki búin að vera að spila neitt þessi möpp allan að Miraz sko. Okay. Og við tókum eitt face-it-leik fyrir þessa seríu sko, þurftum að lífa. Okay.
Okay. Nei, ekkit frábærlega vel uppsettir fyrir þessa seríu kannski. Nei, eins og sem sko Kalli sagði að þetta væri að þeir myndu pikka mér af, sko. Ég var á Inferno pick, sko. Já, það svoleiðis. Já, Tommi talaði að Inferno væri líklegt pick hjá Venus. Já, mér finnst það ákaflega líklegt, en þeir náttúrulega spilaði inni með rasið og tapið þarna force-rándinu í push B-húsið og síðan bara krækið ekki til ránd. Voruð þið bara ekki að finna neitt adjustment eða hvernig var þetta? Bara, þú veist, defaultin var ekki að virka, middtake okkar var ekkert sérstakt. Akkurat. En þú veist, og svo þetta líka bara spilatíminn saman. Þú veist, ég ekki búin að spila það mikið saman, ég meina, þú veist, ég á sjó reglulega og svo, Akkurat. þú veist, allir með krakka og vona krökkum. Það bara eins og það Já, þetta líka svona bumbudeild, það bara þannig. Sko, og síðan förum við yfir í núk. 1-1, serían hún er hnífjöfn, þið vinnið hnífa, byrjið Cityside og hvað er að segja? Hafið við ekki spilað núk áður? Jú, þetta var erfitt, sko, bara, ég veit ekki sem hvað ég að segja, sko. Eitthvað tiltæðir eftir mögulega síðasta mapp eða? Ekki þannig, sko. Við vorum ennþá alveg peppar að fara í núki og vorum alveg sigurþælir, eða okkur leið þannig. Akkurat. Þetta er að mínum að þetta er upset win. Já. Sem og fleiri. Já, við erum þannig það líka, sko. Já. En núna sitið á botninum í deildinni, hvert stefnir á að enda í stigum í deildinni? Planið var alltaf að komast í 7. sæti. Já. En ég veit ekki alveg hvað margir leikir eftir, en við stefnum allan á top 8, top 7. Það eru 4 leikir eftir og þið eigið Ravík, þið eigið Kano eftir, gott ef þið eigið ekki Saga, Dusty, Þór, Höttur og núna Venus, fyrirgefðu, þannig að þið eigið alveg einhver stíðarninni. Mögulega. Nei, fyrirgefðu, ég var að lesa öfumegin. Þið eru búin með Ármann, Dusty, Sögu og Þór og núna Venus. Já. Þannig að inn í þessu eru Höttur. Það er mögulega einhver stig hana fyrir einhver til að kræki í. Er einhver leikur hérna úti sem að þið hlakkar sérstaklega til að mæta? Já, við hlakkar til að mæta Ravík. Við 2-0 þá á Háregnum. Já. Og Bjarki góðurinn minn Snói. Já. Það gerir allt sætara í þessu leikjum. Spila á móti vinum. Já, það er nákvæmlega. Og svo líka held ég Höttur. Já. Það var spennandi séri hérna í frakkmótinu. Já, akkurat. Það getur skemmtilegt. Það hendast meiri spilatíma. En endilega leggstu yfir þetta demo. Takk kærlega fyrir komuna hins vegar og takk fyrir mig. Fleiri móti. Erfitt tapa sjálfsögðu fyrir IA. 50-50 leikur, svona 2 lið sem vorum að spá svona botninum á deildinni og þarna sáum við bara svört og hvítu. Venus augljóslega betra lið í þessum öppum og það verður bara að segjast að þetta kom pingu og óvart miðað við Anubis leikinn. Út af því að ég var bara að horfa á lið sem var bara í miklu stemning og þarna réttir menn voru að finna fröggin sín og já, ég verð bara að viðurkenna að þetta hefði geta litið betur út af því að þetta var svo vonsætið. Já, algjörlega. Ég er bara hjartanlega sammála. Ég veit það ekki, ég sá fyrir mér allan daginn eftir fyrsta mapp bara 2-0 í að easy. Já. En geggjað að Venus hendi sokki í okkur. Og við skulum ekki gleyma að Höttur hendi sokk upp í nokkra. Við skulum kíkja á skorbortið því að það var annað uppsett í kvöld og Ármann töpuðu fyrstu 2 leikinu sínum. Höttur, þeir eru konum með 6 stig, Venus kom með 2 og þá eru Kano, Ravík og IA ennþá að berjast fyrir fyrstu stigunu sínum. En Dusty, Þór, Vega, Saga, Kano og Ravík eiga öll leik á 5. daginn og það er spurning hvort að við fáum ekki þá leikið upp. Já, þá leikið bara rakleiðis upp á skjáinn til áhorfenda. Næsti leikurinn sem við erum að sýna samt frá núna á 5. daginn er
saga á móti Ravík og þá í rauninni erum við búin að sjá öll liðin í deildinni og þá tekum við smá elitismi. Já, það er svolítið svoleiðis. En ég meina, bara fair enough, bara undir lok deildarinnar, þá viljum við sjá svona toppbaráttuna við. Hann ekki að sjá hver að lendi í 8. 9. sæti. Hann því ekki. Já, í rauninni, þú veist, það er mest spennandi að horfa á toppbaráttuna og svona hverjir að fara að krækja sér í topp 4 sætin inn í seedings. En Dusty Vega sjálfsögðu eru þarna á dagskrá líka og Kan og Þór gætu verið 2 svona nokkuð spennandi leikir svona miðað við nýjustu fréttir. Já, heldur betur að hann mun komið í ljós Von Bráðar. Von Bráðar, það er nákvæmlega þannig og það er bara þá væntanlega í næstu viku sem við kynnum kyrfilega frá því fyrir þá sem ekki vita. Akkurat. En já, þá er umferð 5 hafin. Við klárum hana á 5. daginn, ekki missa af því, það er saga á móti Ravík. Takk fyrir kvöldið.